10 rúlettutala og FM95 Blöð hefur hafið göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og við erum með fullan bát. Fyrirlið þáttarins Egill Einarsson, það var haldinn fundur. Heyrðu vel bátinn? Já, báturinn hann farinn á fullt spanirna og eftir hennar fundegi þú ert ennþá fyrirlið. Já. Ég var ekki Thank you Lord. En nefndin vildi meina að þú ert á guluspjaldi. Hvað er nefndin? Akkur af líka á þessu fundi og hver er nefnd? Ég má ekki segja. Hvernig losnaði við þetta gula? Er það fast á mig bara? Ég bara að mæta reglulega núna og standa þig. Ég er ekki með eina utanlandsferð bókað núna, ekki eina. Þá bara fer gula. Ég skal láta það vita þegar gulaspjaldi er farið. Það er að gera mig insane. Sérstaklega þegar ég vaknaði morgun og opnaði vísi og það stóð næsta vika getur orðið 4 lægða vika. Ég var aldrei lesið þetta á það. Það er ofalegt. 4 lægða vika. Og gefur Einar Sveinbjörnsson. Svo ég meina að segja, hann er ekki besti viðurfræðingur sem við höfum, það er Siggi Stormur sko. Stormurinn er bestur. Siggi Stormur heima með Siggo núna. Við treystum Sigga. Ef að Siggi segir þessi 4 vika, hvað það er? 4 lægða vika. Og ég elska Einar. Ég kann vel við Einar og hann er góð viðurfræðingur. Nafni pappa eins. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en við erum með Messi, Slees, Ronaldo, hann í Sigga Storm. Einar er frábær samt. Einar er svona Bruno. En hann var, United. Tekur Siggi undir þetta? Nei, Siggi bara með heima, hann er bara núna hell í sig sko. Það er ekki bara væsra í höfðu. Ég held að þú þurfa að borga Sigga svolítið svo fyrir að hann fara að spá. Hann er komin á þann stað einhvern veginn núna. Hann er bara heima með pípu. Og svo bara ef það er til peningur þá kemur hann með spá. Hann er ekki að hendi Facebook status að spá fyrir einhverju. En þegar hann kallar hluti, það er alltaf rétt hjá hann sko. En þessi Einar, þessi meistari, hann sagði að það var í lægð Mánþrið Fösun. Ok 4 mismunandi lægðir. Þess vegna er þetta 4 lægða vika. Og það er skrítið þessu að því að þú varst að horfa út í gluggan. Núna bara hlustendur heyrðu það rétt áður fórum inn í útsendingu. Þá sagði Egill, heyrðu ég er bara þrjusi gírma, það er bara bjart úti. Nei, ég menna sko, þetta er hrósa Íslandi líka, ekki bara drullið þess að eigin. Það er rosalegt ef að þetta er frábært. Það er helvítið. Það er ekki þess að veðri. Reyndar einhver grár snjóskap mengaður snjóskap. En við erum byrjað að finna mun. Það er alltaf lengjast dagurinn og það er ennþá bjart núna klukkan 4. Við fögnum því. Það sér hérna þróttaramerkið ég sé það frekar vel sko. Það er ekki sólaði kannski. Það er eitthvað grislingar í fótbolta þarna í Laugardalnum. Munið þegar við vorum alltaf í gluggalausu stúdíói. Núna sjáum við bara hvort þið byrta ekki. Sem er kannski ekki endilega svo jákvætt. Þetta er neikvætt svona 90% árinu. Munið hvað ég hljópa alltaf langt. Þú ert að hlaupa langt til að reykja. Þá með reyna smelli. Þú þurftir að það er ennþá lengra fyrir. Nei, þú getur farið bara einn á bílastæðin. Hérna er bara nokkur. Er ekki svo reykingaherbyggi hérna? Reykir ekki? Reykingarherbyggi, hvað heldur þetta sé flugvöllur á Ég er það gaman að hafa 2-3 starfsmenn reykingarherbyggi í fyrirtækinu. Nei. Hvað farið þið síka? Ég gæti reynda alveg trúa að starfsfólki hrúist nú bara inn til Didda Hljóðmanns og kveiki í sko. Nei, það er, að því ég veit að þú getur verið að hlusta núna sem er að vinna með okkur og er ennþá í réttunum. Ég ætla nú að vona að starfsfólki hérna hlusti. Sem ég dæmi ekki. Ég dæmi engan sem reykir. Ég er eiginlega bara hættur að dæma. Það er skrítið að það er nýju blöð. Það er mjög skrítið, sko, að þú ætti að fara að dæma sígarettufíkilinn. Af hverju? Ég er alveg upp í sígarettur en ég get ekki dæmt. Reyktu báði fóldrar eða bara? Já, sko, ég var bara ángandi. Ég fekk sko ösku á nesti mitt bara þegar það var verið að smegja fyrir. Ég bara, já, það bara. Reyktu allir heima þau? Það var bara reykt, þú veist, því ég opnaði bílinn bara lötu sport. Það kom bara eins og reykvél væri inn í honum. Þetta er líka mjög sexy. Hafið þið séð huggulan gæja í fölgur gallabúsum kveikið sér í síkar? Já, sko, þegar þú segir þetta svona þá er þetta sexy. Það var ekkert sexy við kynna blöð og hatti saman í Subaru Justy að reykja fyrir fram að barnið sitt, sko. Það var bara ekkert sexy. Ég svitandi aftur í bara svona hálf hvítur af reykindum. Þegar ég segi mömmu mitt frá þessu, bara mannslikið þegar við vorum alltaf að fara út á landi eitthvað tjaldvagnin og við að fá öskuna í andlitið og allt þetta. Hún kannast ekki við þetta. Hún segir bara, ég reykti aldrei í bílum. Ekki sjens, ég myndi aldrei gera það. Sko, þau takir þetta ekki á sig. En þú tekur bara hvernig uppeldið hjá manni væri og myndi setja það bara einhverja fóreldri í það. Barnið er þetta ekki aður og ég er ekki einu svona reynar að finna. Hvað myndir þú gera ef þú var að keyra til dæmis, við byggum á Selfossi 1985 og þú búið allan heim. Já, það var bara Selfoss 2 ári í Oklahoma. Það var bara Svíþjóð, Sverige. Það voru að reyna að búið til pening eitthvað staðar. Fólk var með sík og þar.
það var allir að reykja það líka. Ég held ég að fólk hafi reykt á króknum maður. Það er bara Samo í bænum maður. Það er bara, þú veist, að það voru alvöru Kamel bara og Prins þessi sterkur sko. En þar er ég svona en sko, það sem ég ætlaði að segja basically er að það þótti ekkit skrítið að sjá krakka í afturrúðunni. Með síkó? Nei, hann var ekkert að reykja, kannski verið að reykja fram í. Hvað myndir að gera núna? Þú var að keyra til dæmis bara út úr bænum og myndir sjá bara krakka liggjandi í afturrúðunni, bara með andlitu upp í rúðuna. Ég er ekki típa sem er að ringja í barnaverndarnefnd en maður myndi vera bara svona, hvað, eru þau eitthvað ruggluð? Eftir að tala ég lá bara aftur í, bara við rúðuna til að fá loft. Nei, það var ekki spenntur, það var ekki bandastól. Nei, það var bara þægilega að liggja aftur í og svo var allir gluggar lokaður og allir að reykja þetta. Það var blöð. The good old days. Í dag ertu bara barnið tekið af þér ef þú gefið kókaflöfs á virkundegi. En varstu ég setti sko sykur og serjósið mitt. Já, og ég er þetta að gera það líka sko. Ég er á þeirri kynslu ég get lofað þér, það er engin krakki að gera það í dag Nei, ég meina krakkandi mínu fá það ekki sko. Það var ekkert eðlilega gott þessu tíma að setja sykur út og svo tókstu mjölkina í restina og gegn það var svo 600 sinum betra að setja sykur út á það sko. En hvað, það er seriós, með sykri það var alltaf spurning bara með sykri nei, engin sykur. En var þetta ekki samt svona aðal á króknu líka, það var engin í belti þar, ekki krakkarnir? Ég meina, skárra að vera ekki í belti á króknum sem er smábær og það er ekki verið að keyra á 80, það er heldur en að vera í bænum. Nei, ég meina þar ertu bara á 15 og það voru allir bara... Já, það er rúmt á 20-30 en það sem ég er að tala um, ég er svona 5 ára þá bý ég á Selfossi. Það er ekki tengt Sauðárkróki sko. Nei, þetta er á Selfossi. Þá lámaði bara alltaf aftur í mann. Fórstu var Hótel Selfoss komið upp aðna og Kaffi Krús og allt þetta shit var að koma upp aðna á 5 ára? Nei, pappi og... Sko, við vorum veislustjórnum daginn á Þorrablóti á Selfossi og Steindi. Þá sagði ég við fólki, það var haldið á Selfossi væntanlega. Ég veit ekki hvar á Selfossi. Já, Íþróttadósinu. Yes. Og hérna ekki Hvítadósinu. Nei, Íþróttadósinu. Þetta var stórt, 700 manns, 600 manns. Og allt fyllibittur. Selfiskast eru álur fyllibittur. Skemmtilega fyllibittur. Já, þetta er bara Þorrablót, það er mætt allir í gýr sko. Að skemmta á Selfossi, það er eins og að skemmta í Keflavík eða í Reykjanesbæ. Fólk kemur í gýr og í dyrka. Við rættum þeim til blöðkastinu, bara giggi hjá okkur í síðustu helgi í Keflavík með þeim skemmtilega sem þið tekið. Allir í sturglunum gýr og við vorum bara á skemmtistað og djöfull var þetta gaman. Já, en þá sagði ég mitt við fólki að ég væri komin heim af því að ég hef búið í Lágenginu á Selfossi og pappi hafði byrjað bæði með Suðurlandsvídeó sem var vídeólega sem stóð í eitthvað 30 ár þar og bókabúðunar. Herðu, sett eitthvað tíkarlið á bjóðunni? Hvað, sýtum alltaf? Já, hvað, var Sauðárkróki allir sköllótið þar og kyrðu á 15 það var með möppuna, reykjandi eitthvað veipar. Ég er ekkert að því. Ég meina það var með möppuna. Nei, ég meina þú veist ég ætla að vona að vera með það. Ég get lofað þér núna, nú ætla ég bara að vera heiðalur. Ég get lofað þér að hann var með möppu. Ég get lofað því að ef að pappina hefði búið á Selfossi þá hann verið algengastur í hann. Því ég þekki pappa þinn og ég sé pervastir að þekki þinn. Nei, hvað er þetta að segja? Hann er pappi. Síni og náttu þetta ekki alveg. Nei, ég veit það. Og ef að Síni ekki að hlusta þá er þetta Síni að kenna. Hann er rakkanuð pappa minn ég þurfti einhvern veginn að svæða. Þetta var svona pínu svo pappi minn er sterkar en pappi þinn. Ég ætla að draga pappa þinn með í þetta rauk. Ég held að foreldrar mínu sé bara kynlausir. Svona þannig sé sko. En hans að sendur eitthvað tíma. Það er vídeolegur dagar in the shitter. Þau eru retired sko. Þau eru bara slök. Ætla að halda áfram bara hægt. Ég ætla að reyna að koma þér út. Nei, ég er að segja bara, þú veist, þetta er bara foreldrar mínu. Þetta er bara eldra fólk. Ég ætla að vona þessu ennþá með kynnkvöld. Já, nei, ég er að segja, þetta er bara eldra fólk. Vilt ekki þessu að gera það? Vil ég? Já. Kominu við. Ekki vilt þetta sé allt dögt. Þú lítur að vona þessu ennþá bara stemming. Er það? Á ég að vona það? Ég veit það ekki. Hvað, þetta er erfið spurning. Þetta er mjög erfið spurning sem þú ert að spyrja. Nei, hvaða vídeolega var á króknum? Jó, já, ég meina, þú veist, ég veit ekki. Það voru nokkra vídeolegur á króknum. Já, þú gast ekki spólu á Bæ og gast ekki spólu á Bláfell. Hæ? Fyrstu eru það fönni hérna með það? Nei, ég er bara að segja bara með nokkar möppur, bara að dreifa möppur. Hann er með CBD-olíu í veipinu síðan. Já, CBD reykja er eitthvað búin að senda í steint áður að mæti. Nei, mér finnst það bara að vera helviti magna. Ég held að hann væri með eina vídeó, bara sem væri svona lítil inni í krónunni. Þú er að hlusta. Hann sé búin að fela möppur út alla bæir eða bara hálf sikk. Spurðið mig, hvað voru marga vídeolegur á Sauðárkróki? Pappi minn átti enga vídeolegur á Sauðárkróki. Það voru 2.
Á Selfossi var breyn Já, það var ekki Já, samkynna ég eftir að tala um hann ætti þetta vítt og dreitt á Selfossi. Nei, já, Nei, sko, hann átti breyn eina þar en svo þegar ég flutt á Söðukrog það voru 2 bara að vídeolögur hugsa um vídeolögur Já, það voru 2 Og reyndan ekkert að fara í samkeppni þar eða? Pappi, nei, hann komin úr vídeobransunum þá sko Já. Sá flugvöllinu og Söðukrog En áttu þið þá allar spólurnar, þá er ég ekki að tala um uppuna, ég er að tala um bara venjulegu spólurnar, áttu þið að það er heima hjá okkur? Já, ég var alltaf að horfa á He-Man Ég var vinsæl krakki, þegar pappi átti vídeolögur Áttu sko þið svona að rekka allt í hilkinu, búið að loka Nei. sjoppunni, allt kom, eða seldan þetta allt? Já, hann Já, seldi já. allt Já, Þú ég veist, það skil. fylgdi þegar að selja Já, Þú auðvitað. veist að sekta það að spóla ekki tilbaka Að sjálfsögðu. og skila þér spóla Já, þú spólar ekki tilbaka Það eða er kid sem er að hlusta við því hvað hafa það gott í dag sko Var að Glinda hitta að þeim? spóla tilbaka og veistu sekt Ég er líka skellur þegar þú sá spóluna bara fuck, ég á eftir að skila maður Ég get- 2 Já. dagar síðan og tókst hana, þetta var orðið, auka 800 kall Voruð þið eitthvað að reyna að kópera spólur á sínum tíma? Nei, ég hef aldrei verið í neina ólöglu Ég hef aldrei, ég kann ekki einu svona download og sjónvastæði En það var einn í því Þá sko er líka í 2 Mosó. Það vídeotæki þurfti 2 eitthvað og vídeotæki það er sko. bara maus sko Og þá kóperu vörn á þessu, þetta var maus sko. Já. Alvöru maus sko. En það sem var náttúrulega helsti gallið um vídeolögunar sem var rosalegu galli án gríns var að þú gæst leikt spólu á hvaða kennitölu sem er. Þú veist Já, ég hefði þurftir ekkert að sýna Nei, þú gæst bara mætt kannski einn daginn feskur allar að leigja bara einhverja góða mynd og þá bara, heyrðu, þú getur ekkert leikt þú er bara með 80 svona sekt ég bara, ha? Þú kvittaður hann að miða Lentur þetta í fyrir því, 4 eða? mánu Nei, það voru allir að lendi í þessu Ég man eftir að leið og einhver fekk sekt það var bara spóla leið og næsta mann sko. Það voru allir að leigja bara á einhvern Já, bara finna einhverja Já, kennitölu þetta var mjög glitsa kerfi sko. Annars erum við í gýr eins og við heyrið Já, kæru heldur hlustendur betur. Það er stemming og Látsinni ég fengi hlátuskast í beinni Djúvel, það- þetta fyndið maður En það þú byrjaði bara að þáttinn hann eins og einhver svona heklur út í horni á stand-up Þú varst að lesa yfir Blue Family og svo lagðist Nei, hvað Já. meini Ég Ég var ætla að alveg vona að pabbi minn sé ekki að hlusta á vorum það að segja upptekinn Já. Ég tengdi við allt sem þú átt að segja Nákvæmst Herðu, það er klefið, það er alnafnin Við ætlum Já. að spila hann í síðustu viku En þá fengu við tvíhöfða og það var svo mikið í gangi að við spiluðum hann ekki Þannig að hann mætir í dag Þú líka hendir í síndal sem ég gegja Nei, hann var ekki ekki en ég hendi síndal með Já. þér Spurningkeppni Gilsarans, hvað eru að vinna með? Hörðu, það er Valentínusardagurinn á Hvenær er hann? Á þriðjudag. 14. Já, Hann er hérna Haldið upp á hans náttúrulega eða? Já, við Já, já höfum alltaf haldið reglulega upp á hann Nei, ég er að segja Bara skilur þú við veist ekki, ertu ekki byrjað að plana hann? Nei, ég er að segja, kaupið þið gjöf eða bókið út að borða eða er eitthvað svona vesenni á okkur? Ég tek meira konudaginn Sko, það kemur með ljós bara eftir Já. Hver er Já, við getum romantískari ekki fara að ræða núna Það er En sko við höfum farið yfir þetta, við erum hvorir við erum ekki það romantískir menn Við þurfum að gera það okkur Ég held þarna, að ég sé að skána þess Er Já, það? kannski getur unnið þetta Já, ég þarf eiginlega svolítið En þú er aldrei unnið blöð, ég get sagt það strax hérna Já. 2021 og 0-0 jafntefli sem alltaf er bara, þú veist, þau eru eitthvað skamman Það er skrítin Já, kemni og 2022 Hvað var þetta allt bara eitthvað að hlaupa í Ég veit það ekki sko, ég er bara okkur ekki að laða sko Kringlum En fyrir árið síðan vann Steindi 1-0 helvítið er þetta lélitt Já, 0-0 og 1-0 Ég vona að þið skori aðeins harra nú Þannig að hlustendur eru bara að fara að fá spennu í nættir Já, en ef þú Blöð þar að win Ef þú ertur heimskilin núna Egill, nú bara Steindi, nú mátt þú ekki svara neinn og ekki tala Ég slekka á magniðinum af því að ég er Hann getur einin sagt á honum Já, ég ætla ekki að Leður hekla þig meira. það ekki raukt ljós á honum Já, þá Þú slökkt. getur það slögt á honum Ég veit það Ég er einin sem kann á takkana og það er 10 ára nám að læra á þess að taka Já, já. Egill, hvað Það er ekki. heldurðu að Steindi við logið oft í spurningkeppninni til að vinna hana? Ég held að hann hafi gert það occasionally Ég er ekkert Það þessum held ég að nefnilega ég er ekkert þessum að gert oft sko. Nei, mér var bent á þetta Það er kannski þenn alveg fyrir vegg sko. Já, þá líka segir það bara, jú, ég hef öruglega einhvern tíma gert það ánvist að vita og það, Steindi, það þarf að hætta í dag bara svo Já, ytra. ég Það verður að hætta, sko. Já, Það er bannað að ljúga, við ljúgum ekki að hlustum Þetta er keppni. Þetta er nú bara keppni, sko Og þetta er King of Valentine's Day Og þú veist, þú vilt vinna þetta En það er bara að ljúa sko. Þetta er eitthvað sem ég vil vinna Já, já Þú vilt vinna þetta Já, ég meina, ég vil líka vinna þetta Þannig að þetta verður bara stránkæðileg keppni Svo erum við með sturlaða staðreyndir sem voru ekki í síðustu viku Það er búið að vera tveggja vegna pása þar Hér stendur Fellow Kids How do you do fellow kids? Það er rosalegt maður. Liður með comeback í Já. dag Ég hend á Insta Hvað er langt sem þú voru með hann? Það eru margir mánuðir og við vorum með bara ræðið daginn og ég hend á Insta bað hlustendur bara að koma með frasa hvað eru the cool kids að nota on the streets Já. og
Ég er ekki að grínast okkar, viðbröðin voru rosaleg, vægasagt. Þannig að ég er eiginlega bara komin, sko, já, og fólk má alveg senda áfram á mig. Nei. Þetta er helviti krefjandi hjá þau kids. Sko, ég er auðvitað komið með í 3 keppnir, efni í 3 keppnir, þannig að fólk má bara alltaf að senda á miklu betri en ég, sko. Ég vel aldrei átt breyk. Er það? Mér fannst þið svo, nei, jú, býtu, annar ykkur átti lítið frænda. Já, bara svo segur og það er bara. Já, mér minnir að ég er svona verið að taka hann í þessu, sko. Já, jú, það er rétt. Ég sé mjög underdog. Já, þú væri underdog. Fólk heldur ég vill með í underdog, sko. Já, fólk heldur með þér í dag. Svo erum við líka með Blast from the Past. Ég fann stutt í dag en það er mjög fyndið. Annars er þetta svaðaleg helgitning. Það er Super Bowl, ætlaði að horfa á Super Bowl. Já. Þetta er Super Bowl weekend. Maður tekur allavega fram að hálfleik. Já, maður kíkir á Rihanna. Hvað er hálfleikur? Það er bara hálfleik. Þetta er á sunnudegi. Þetta er alltaf sent, sko. Ef þetta var á laugardegi, þá myndir maður bara vaka. En sko, þetta er alltaf að vera stærra og stærra á Íslandi. Ég veit til dæmis að Keiluhöllin, sem er að proud sponsor af FNÍ blöð, þeir eru með leikin í beinni og það er stappa hús, það er ennþá ykkur 2-3 borðu laus ef fólk vil panta, en þar verða 12 hjartarnir og allt svo hópur og til 4 nóttina og fólk að makka sig bara klára leikin þar, ég var svolítið til í það taka bara leikin í Keiluhöllin bestu vangi landsins að það líka, sko þannig að þú verður að borða vangi, þú getur ekki borða neitt ef þið eru geim, þá er ég til að mæta það í Keiluhöllin. Ég þarf að fara í beddan klukkan í síðasta lagi 9:30, sko. Já, ég gleym náttúrulega þá er 2 tímar leikurinn byrji í blöð, sko. Pæling, þú ert að missa af bara öllu. Þú ert að missa af lífinu og fólk sem er að mæta þarna á sunnudagskvöldi að mökka sig þarna. Það er vantilega bara eitthvað skólafólk sem tekur á sig að hit þarna með mætinguna daginn eftir. Eða entrepreneurs, þú þurfi ekki að mæta vinnuna. En þú þarfst ekki að mökka þig. Nei. Þú farið bara og fengið Pepsi Max og vangi og mætandi sétjó og fá með bara Pepsi Max. Ég get ekki að gefa þér ógeðslega gott ráð í lífinu. Í staðin fyrir að fá fyrsta kunnaðin í mælingu klukkan 5 eða 6 fá það bara klukkan 8 eða 9 og verður bara til 6. Það er gott að vita að það er fyrirvara. Þarfst að heyra í yfirmanninniðinum. Nei, byrju, ert þú ekki yfirmaðurinn? Ég hef út að setja dagatalið á mánudag 13. Ekki bóka Super Bowl, en ég gerði það ekki, þið mögur. Nei, en annars erum við í gýr því að allir okkar besti maður er nýbúin að fylla á Túborg kælirinn og drengir hann fekk lestur daginn en mætti hérna fjallmyndalögur og fyllti á kælirinn fyrir okkur. Þannig að við erum í gýr og fyrsta lag dagsins Þú hljófst rosalega yfir fréttina líka, eða greinina sem var að koma út blöð sem við þurfum kannski að tækla þess. Hvað grein? Það kom náttúrulega grein í kjölfarið af annari grein sem ég laumaði á blaði hjá þér hérna. Já, en við tökum hann á eftir. Ég sá það fyrir mér að það ætti bara að vera alveg umræða. Já, það er bara lið, það er bara við sér basically þín orð skiluðu sér allaleg til Blush. Þú varst pyrraður hérna yfir að það var alltaf bara að vera að tala um eitthvað tótt. Já. En ekki. Mér fannst það bara skrítið alltaf vera, það var hérna komanda grein með spari tóttið, mástu? Já. Það var að koma út grein í dag sem fjallar uppskrift af píkudegri og þetta er eitthvað sem við getum að renna yfir þetta. Við ætlum bara að fara yfir þetta því að það er jafnrétti hér í FNÍ blöð og þú last ekki þess að tóttgrein þarna sín tíma. Nei, rættum hann ekki bara. Við þurfum að fara, við þurfum að rýna. Þetta er rosalega löng grein, sko. Námskeið líka á daginn undir því. Já, þetta er sko, ég man ekki eftir að við komið uppskrift af þessu áður en þetta er eitthvað til að skoða. Já, okkur fann skrítið aðalega þú bendir á þetta og ég tók nú undir með þér að sé alltaf bara eitthvað þegar það er komið að bóndadeginum eitthvað hvernig að henda í gott jafn en ekki öfugt en nú styttist í konudaginn og það er komið hérna fræðsla og Steindi ætlar að vera með kennslu hér á eftir í þessum fræðum. Það er alveg veistla. Já, ég meni ef einhver kann þetta þá sko við vorum í síðasta þætti þá trúði ég ekki að þið þekktu ekki hljómsveitina Bush. Það ætlar ennþá að reyna að koma. Nei, það var ekkert bara ég byggði mín svona 300 kilobóð. Ég þekkti Bush, sko, bara Steindi með allt niður úr sín. En þannig ég ætla að byrja þáttinn í dag á lagi með Bush og Steindi, segðu mér eitt, hefur þú í alvörunni aldrei heyrt þetta hérna lag? Bush með lagið The Chemicals Between Us og ég spurði Steinda hér menn að lagið verið í gangi svona Steindu öllu ganni sleftu, hefur aldrei heyrt þetta lag og hann hefur bara ekki heyrt þetta lag. En kunni vel við það? Já, og Egil sagðist búin að heyra þetta lag svona miljón sinni. Já, það er þetta lag. Vitið hvað er strafgar? Svona emo rock dæmi, sko. Það er bara á allt, bara sinn stað og stuð. Þú ert rappari, sko. Já, svo ert hún líka tölvöld yngri en við strákan. Já. Og svona The Baby hérna í þættinum en það hagar þau svolítið þannig. Youngblood. En vitið hvað strafgar? Lagið var flott.
Já, þetta er gott lag Sturla lag Herðu, og þetta er meira svona Þetta er svona eitt síðasti smellunum frá Bush. Þetta er eftir 16 Stone og Razorblade Suitcase minni með hinn platan heiti Er þið tilbúinir? Gætir hafa verið að skálda þessi nöfn mín vegna ég var að segja satt Sko, það er komið að slúðri og ég ætla að byrja slúðrið á Íslands vin sem að var að skýra dóttir sína því að bandaríski rapparinn Gucci Mane Það voni ég að segja Gucci Mane Anskotin blöð Þetta er ástæðan fyrir að How Do You Do Fellow Kids er að koma aftur Já, þetta er átt að því að króksarnir er lítið að hlusta á Gucci Mane Já, þeir hlusta bús Veistu hvað hæðið mig mest í þessu Ég er að verða svo pappið maður Pearl Jam Ég sagði bara Gucci Mane Ég grét og hlátti þeirra pappi kallar Eddie Murphy Það er ekki bara að edita þetta sko Eddie Murphy Pappi minn sagði eins og Gútrúllit Já, nákvæmlega Gútrúllit í Hollandi Gútrúllit Já, þetta er bara svona Gucci Mane Gucci Mane hljómaðast svona En ok, gerir mér eitt greið núna Banna að googla, takk ég hendur af öllu Nefnir mér eitt lag með Gucci Mane I rest my case Já, ég má ekki giska Ég þekki ekki neinn lög með neinum sko. Ég væri til í kannski Þú veist með það eru fram að Ég sé þið lesa bíblið Þið þekki ekki eitt lag En rétt við erum allir old pieces of shit hérna Það er ekki bara ég Það er ekki skellur mig Hann er rapparinn í hópnum Gucci Mane er nú ekkert yngsti maður að núti sko Nei, en það hefur ekki átt að þekki eitt lag Þetta var svona rosalega skrítið Gucci Mane er fættur 1980 What? Er jafnaldur okkar? Já, 12. feb og ná ammali ekki morgundur hinn En var þetta til lukku Gucci eða þú ert að hlusta? En með nöfn á svona hljómsveitum, leikurum ég er mjög slagur í þessu sko Já, en hann var að eignast barn og það er svona hann og unnustan sem heitir Keisha Kaur sýnist mér Keisha Kaur? Já, veitu hvað dóttir þeirra heitir? Já, hvað okkur á vart? Iceland Gucci dóttir Iceland Gucci dóttir Hún heitir vantilega ekki Gucci dóttir Nei, hún heitir Iceland Gucci og en ég meina ef hann heitir Gucci Mane þá er hún Gucci dóttir eða ekki En sko var það þannig komuð til Ísland, sprautuðu og 9 mánuð setna komuð þessin er það Ísland Ég held það Þetta er geggjað koncept sko Já, minna þau bara hún var getin hérna, þannig að það er nafnið Þannig að Steindi ætti að heita Staðaskáli Steinforsson hérna Þú sagði með ekkert að þú vorum að fá okkur þú var getin í Staðaskála Það er rosalegt Staðaskála Hvað er ég? Nei, ég er að bulli Inn á salinni þar eða? Staðaskála? Ég er bara áttar þig ekki á því að hann er að bulli Nei, ég er bara, þetta er geðveikt sko. En ég er endur aldrei spurt hvað það var sko Var það gistiðimileg þá á Staðaskála sín tíma? Ég veit allavega að ég var slið sko Þú veist, ég var ekki planaður Nei, en það var eiginlega eina ástæðan fyrir ákvað taka hérna getin í Staðaskála Helviti hart er mamma að segja þið það Heyri, já, þú varst nú ekki planaður sko Þetta verið passion concept hjá fólundrum sko Keira hann í gegn og stoppa og henda sér inn sko Það er ekki planað sko Nei, seniorinn er nýbúin að ná í hérna eina mynd frá Kitta Brits og allt í gangi hérna Það gerist svona maður Já, gerist þetta bara En það var basically ástæðan fyrir Það sagði bara passion project Já, ég meina þú út alveg hornið og hoppar nú Staðaskóla bak Hann var ekkert getist Ég var reyna að vera að fyndin Ég get lofa þér, pappi mér veit alltaf hvað það eru Staðaskóla, er ekki bara, þú veist þarfst ekki að vera á skíðum til að vera að hanga þar Nei, þú veist bara að vera geir á norður Já, þetta er alltaf bara Nei, þetta er sjoppan á hotinu Þetta er bara sem er enn einn í dag Já Allavega, ok, til lukku Gucci Mane Og sorry, ég kallaði Mane Herri, svo er annað núna rosalegt slúður sérstaklega fyrir þig, Steindi Því að Leonardo DiCaprio er vist ekki í sambandi með ungu fyrirsætunni og bara sem betur fer, segi ég nú Þessi er 19 ára sem var daginn í fréttunum Hann var orðaði sem sagt við 19 ára fyrirsætu sem heitir Eden Polani en þau sáust saman í útgáfapartíð móður hennar og fóru þá sögur og kreikað og ætti ástarsambandi en núna það komið skýrt fram að þau sátu bara hlið tilvíðin í partíinu og eittu tíma saman með fólki og voru að spjalla á eitthvað en þau eru ekkert að hittast Þetta gæti verið rosaskýtur því að hann fekk mikinn hitta á samfélagsmiðlum DiCaprio eftir þetta allt saman og hann er bara með fyrirsættum
Já, en þetta tengist í hann 48 ára maður. Já, en aldrei með þú veist, þetta er alltaf fyrirsettur bara máls, hann bara séræði síði. Já, hann verðist eiga típu. Ég er ánægður að heyra þetta blei. Já, ég ætla að vona þetta sem kæfta. Ég sá eitt á Twitter sem að mér fannst svona vestið, hvað heitir þátturinn þetta nýji Last of Us, heitir hann ekki? Já, það er sami aldursmunur og þau eru jafn gömul, gaurinn sem leikur aðal hlutverki þar og stelpan sem er að ferðast með honum. Þau eru á sama aldri, leikarinn þar og stelpan og Leonardo DiCaprio og þessi fyrirsæta. Þetta bara að setja þetta pín í samhengi. Þetta hefði verið mjög óþægilegt slúður í dag, hefði þið þurft að tækla þetta, við getum orðað þannig. Já, allavega við vonum þetta skemmta. Svo hefur fjölskylda og vinir, þetta er ekki lengur bara pappin og sestirinn en tónlistakonan Britney Spears er sögð þurfa á hjálp að halda og í vikuna ætlaði fólk nákomið henni að tala alvarlega við hana og taka svona intervention og vilja meina að líf hennar sé hættu og sama Gary eiginmaður hennar var í þessum hóp en hún vildi ekki sjá það og þannig að það er hún bara einhverju Já, mér finnst þetta er leiðilegt Já, þetta er sko Já, það er svolítið maður heldur með henni smá recap eftir að pappina var eitthvað að sjá fjármálinu og síðan hætti það hefur það allt farið down the shitter eftir það Já, það var allt farið down the shitter þá var hún basically bara fangi ég held bara að fjölmiðlar og aðrir séu eiginlega bara búin að í gegnum tíðana bara rústa öllu hjá henni, því miður Það er auðvitað bara hvernig fólk höndlar fjölmiðlana hún veist bara ekki að höndla en það slæður hún hvað er hún, 16-17 ára Það er alltaf svo sorglegt þegar fólk er að hrynja fyrir framann heiminn sko. Það er, þú veist að fá ekki breykið sko, meðan þetta er mjög spes sko, allt saman og talandi að hrynja fyrir framann við vonum bara alltaf tímbreytni blessist Já, og svona talandi að vera að hrynja fyrir framann heiminn þá er Kanye West okkar maður þetta er stutt slúður en Adidas Adidas blæðir vegna brotthvarfs Yeezy og þeir sögðu upp samningnum hans eftir að hann var að henda einhverjum viðbjóð á Twitter og annað og hlutabréf Adidas hafa fallið 10% síðan að Kanye fór að nút Það er helviti mikið og það er verið að tala tæplega 1,2 milljarða evra halva miljard evra í ár þetta er rosalegt það er eitthvað erfiðu fundur núna hérna í headquarters að núti en það var líka hann er eini maðurinn í sögunni hann Kanye West sem hefur tapað $2 billion á einu sólarhring og það voru þetta tísti voru það auglýsingadílar? Já, það bara misti alla og ég sá að hann var einhvers staðar það var TikTok eða Reels eða eitthvað Instagram þar sem hann var að tala að það verður enginn tapað $2 billion á sólarhring það heldur vel gert hvað er hann bara, þú veist, ég ætla að skrifa þetta einu góðu tviti já, hvað ætla hann sér metin á þetta? Net worth, ég ætla engin sveiflast það mikið eins og hann er bara að fara frá því bara í zero í góða mínus, í góða plus $400 miljónir er networkið hans hann var metin á þá $2,4 billion fyrir ekki svo lengur síðan já, nú bara hann er ekki í vesinn allavega það er klárt easy come, easy go þetta var slúðurpakki dagsins við ætlum að fara hér í auglýsingar og svo erum við með klefa fyrir ykkur og how do you do fellow kids og fleira þannig að ekki bara þetta er Louis Capaldi hér með Forget Me í FM 95 Blö og þetta er svona ástarsorgarlag eða hvað já, ég hef séð viðtöl við hennar gauður hérna hann er fyndinn, þetta er skemmtilega nági og fínasta lag hérna frá hann átti nú að spila hérna á Íslandi ég held að það hefði verið frestað árið eitthvað ok, ég heyrði nú bara svona endan á slagi mér fannst það að vera svona love song eitthvað ég geti verið að miskilega nei, hann er svolítið í því sko en hann er töffari, hann er fyndinn og skemmtilegur en ég er að spara hrista eins upp í þessu drengir ég er búin að setja þetta David Guetta undir því að það er svolítið þitt shit Egil takk og fara í spurningkeppni Gilserans á þessum tíma dags bara frekar early já, oftast er þetta setna það henda svo í klefan næst að gaman að hrista þessu upp í þú voru hitt og upp fyrir geta já, það var hvað 2000 hvað var 13, 14 hvernig voru þeir tónleika, var hann eins og Bíberinn mætti hann eitthvað nefndis ekki sko máli er að Guetta verðist vera svolítið hérna stemningsmaður sko ef hann mætir eitthvað þungur þá er hann svolítið hérna
Veistu svo, það mætti höllina hérna þá Mér minnir hann ekki verið að tala mikið Nei, hann sagði ekki, alltaf aukatekki orð sko Hann bara mætti á engaþóttunni Já, með spilíkil Kortir fyrir gig, fór bara niður eftir Og hann sagði ekki orð, gaf lítið af sér Upp í vel og fór sko Hann gisti ekki eins og niður Nei, þetta er bara nátt sko En sko, það sé henni svo Ultra Miami daginn Þá var hann í mæknum allan tíma kolvillu skjálbrósandi Það vildi vera svolítið svona hvernig hann hittir á hann sko Bara dagsform hjá kallinum Já. En við erum að tala hvað King of Valentine's Day sem að Þetta hefur verið hörð keppni hinga til Sko, þú er aldrei unnið blöð Nei, 0-0 en ég náði jafntefli Þú hefur náð punkt sko Steindi þetta er svolítið Romantíkus, einveg bennið Viðst vera sko Þannig að Ég hef sagt áður, maður þarf aðeins að bæta sig þar sko Já, ég er actually að reyna Já, Er það ekki? Jú. Ég er að reyna að bæta mig Sjá hvernig það fer núna Þetta fer allt í bókaldið Og eftir ár þá sjáum við bara, þú veist, skilur Höldu áfram í lífið Já, ég treystum mér við vitum að það fari í bókaldið sko Það er allt í bókaldinu Hefur þú legið á penisnum á parketti og samið ástabref? Nei Herðu sko, við Verði ekki að vera completely honest Nú þurfum við að Jú, en við getum ekki Veist það núna, Egil Hvað er þetta, 11 ár Þetta verður, veist, við getum ekki Já, en okkur segir ekki bara hefur leigið einhver staðar uppbúið með 6 bjóra og skrifið ástabrið þá skal ég gefa hann punkt í svona 100. sinn, það var ekki parkett í jöklatúninu Og dúkur Ég minn saman myndi þetta Já, ég var ekki allsbyr okay. En ég skal taka punktin Þetta er tætt íkt Já, en svona, ef þú orðar þetta öðru í sig þá er þetta punktur á mig En sastu við skrifborð að skrifa eða varstu liggjandi upp í rúmi Ég lá upp í rúmi og skriftin eftir því sko ef ég síni ykkur bréfi, skriftin er svæðileg sko Og var með 4 bjóra af því að hann tók glögg Hvað varst að drekka? Síðan? Ég var að drekka síðan Foster Það eru gamli góði Foster Ég veit ekki hvað ég sá þetta fyrir mér og verið með í gleri Hvað fæ ég Foster í dag? Það var upp á spjórum minni Kipti alltaf stærstu bjóruna sko Þannig að þú varst bara svona reyður upp í rúmi Já, en þá varst í fötum Já, þá var ungur og vitlaus og ég var ekki búin að uppgöta Túborg Nei, já Og segir Egil ok og fæ sér Já, er Ölgerinn ekki bara að kaupa Foster? Ég veit ekki eins og hver er með þetta Það er 1-0 fyrir blöð Því að, þú veist, ok Því að fyrir mig skiptir ekkit mesta máli að sé allsber eða á penisnum á parketti eða bara reyður upp í rúmi Ég var ekki reyður heldur Hann er bara upp í rúm að skrifa ástafrið Þú veist, basically er ekkert rétt Jú, þetta er King of Valentine's Það snýst hverju romantískari Hefur þú samið ástafrið, Stefán? Samið, skrifa bara Skrifið ástafrið? Já, ég hef gert það Ok, byrju, hvað okkur er ekki guppa því út af fyrr? Skrifa ástafrið? Það var allir gert það á okkar aldrei því að það var bara, þannig var það bara stemningin Lorki Leiri fekk það Sendur þið þetta? Ég sendi ekki með þetta sko Þú veist, þegar maður var úlingur, skilur við þá voru ástabref og svo kannski hljópaður og setti inn lúu Já, það gildir ekki, mitt á 2 síður front and back og svo voru sko, já það gildir ekki Áttu það ekki ennþá? Þú verður að lesa það afturblöð sko Ég úðaði rakspýra á mitt sko Glugg konceptið sko Já, ógeðslegt Þetta var líka svo mikið ég að hífa upp sjálfa mig eitthvað neina, þetta var viðbjöður Sko, mitt var meira kannski bara ég skoti niður bref sko ekki alveg kannski ekkert stig, 1-0 Nei, Steindi, sko ég mani þetta ekki maður Þú lofar ekki inn í byrjunum, þú myndir hætta að ljúga til stig Ég hef sendt bref Sko, þú ert favorite þessi keppni Þú þarft ekki að náður ykkur svona auka punta Ég held að þú skilur það nóg eftir Herðu, maður segja reitt Þú ert að gefa honum frían punkt í fyrsta lagi og í örulega hef ég sendt bref en þú ræður Málið er, fyrir mér er ekki stór mál hvort hann var, ég myndi hann að vera penisnum á parkettinu Hann var með dúk En síðan var dúkur hann að vist og hann var upp í rúmi reyður, með Foster Var ekki reyður Og það er helviti mikil munur á það sem þú ert að biðja Þetta er samt eiginlega sem ég var að biðja Ok, ef ekki bara fara í spurningu 2 Það er 1-0 bara Það er heldur mikið eftir sko Svo fá bara allir ískarinnlega Hvort myndur þú segja og það vera lover or a fighter Lover Alltaf Já, lover Engin fighter hér Lover En samt, Steindi, þú ert samt á okkur þrejum Þú ert UFC-gaur Já, að því ég horfi á UFC Já, þú getur kyrt eitthvað Ég er að lover, strafgar Svo af okkur þrejum erst þú the most fighter Er þetta 2-0 eða? Já, þú veit Já, ok, nú veit ég það bara nákvæmlega Nei, ég er bara að grínast Hann segir að segja lover Punktur Ætlið að nýta tækifærið á valentínusdaginn og fara á hnén og trúlofast frúnni
Fyrsta lagi, svo væri því þá myndi ég aldrei segja frá því hér í útvarpinu það var að síðasta sem ég myndi gera en ég myndi segja að það var enga líkur á því Nei, ekki, nei það er En þetta er geggja moment 14. feb Valentínsdagur fyrir kannski einhverja, þú veist en Ringur og svo penis Með fullri virðingu fyrir þeim sem hafa gert á Valentínsdaginn þá myndi ég ekki gera það á Valentínsdaginn sko. Nei, það hentar okkur ekki Ég myndi allt öðru í sig í dag Ok Ég myndi vilja helst gera það bara einhvern veginn óvænt í einhverjari ferði í sunshine og bara einhvern veginn þannig Ég myndi að gera bara leikjandi upp í sofa með Doritos bara hvað ég að horfa ástu mín Svo bara ringur Já, það er ógætt Nei, ég er að djóki ykkur Ég er að djóki ykkur En þú verður að vera Akkur var ég nýbúin að því eins og það sé bara eina sem ég geri upp í sofa En sko, verður að vera með blöð og ætlar að gera þetta óvænt úti að búið að line upp ljósmyndara þegar þú verður að ná náttúrulega Ekki sjens Það er alltaf líkið latrið Ég skal taka myndina Já, bara allir ferskir Ætlar að koma frúna óvart og lappin á skeiðvöllin á þriðjudaginn í Versace Nei á ekki byrja að Nei, Það er ekkert að þú reyndar í það er föstudagur En ég er opinn fyrir honum Þengnum, mástu? Já, Ég var komin alveg á það að ég var opinn fyrir að eiga eitt Þú svona gætir alveg tekníkli labba á þriðjudaginn inn í Söndarbyggi í Versace, það ekki? Nei, ég held ekki Ég þyrfti vantilega að panta þetta á netinu og þetta þyrfti að koma Aldrei að fara að gerast hjá kóruðum okkar, það er ekki að reyna að sækja stegarna sko. Nei, ég er ekki að reyna að sækja steg Ég er að segja, það er ekki möguleiki fyrir þriðjudaginn En ég er að segja, sko, ég var alveg til að eiga kannski eina svona spari bara ykkur, er það ekki blöð? Aldrei að vita Já, menn þetta er sko, sangat Rúrik meina það samt að sko Þetta er ekki að vera neitt spari Þetta er ekki sport bara alltaf í Versace Hann hlæra gæðum í bóksa sko Erst þú sjálfur búin að kaupa Versace það? Ég fekk náttúrulega að gefa, mástu, en í Litlujólun hann gaf mér Versace Erstu búin að nota þér? Það er open in the back Já Það var ekki hérna, það er ekki, ég er á raskatunni Þetta voru svona flip Versace Já, Rúrik myndi henda sér þér á núleitni Það var bara eðlilegar Versace Já Getur ekki að fétum alveg fólk og ég er open in the back sko Erstu ekki buksum? Buksum þegar varst það í? Með talandi Rúrik rosalegt að liftingateymi sé þú veist alltaf hann er að lifta í sportasinu og doktor Viktor sem er að hell of a doctor og hell of a DJ líka veitir hver er búin að joina þá þeir að lifta þrý saman Netan þeir þrýr tilla sér í sófan uppi fá sér kaffi og prímurkott og hlægi heyrast niður að hlæja hann á skrifstofu sko sér lappaði niður og lifta lífið leikur það er rosalega lífið leikur þetta er rosalegur já þeir voru að fá alveg mann í gengið þarna Netan það var net sterta það lítur að fara að koma út eitthvað rosalegt lag þeir eru allir tónlistamenn Netan er geggjuð basically það sér þeir eru sko ertu það romantísku gæi að þú lagðir á þig krefjandi langklaup í gegnum alla kringluna því að langaði í sexy gælu Nei Steindi, hann getur jafnað þetta Ég veit það, en þess vegna er ég senni að því að þú ert alltaf að klúra einu smáatriðan Ok, hver er klúra nú? Ég gaf smá sénsatna með fyrsta Ef þetta er ekkert svo langt frá þau, hver er klúraði ég náttúrulega? Hann lappaði eftir henni Lappaður? Nei Þú var ekki? Þú ert að klúra langklöpurinn til að byrja með Ok, hvað var það náttúrulega? Ég hef aldrei verið að hlaupa í Kremli, sko Það er, þú veist Jú, kannski ef ég var ekkert sem bara að ná okkur búð Stel einhverju Er þetta gaman þjóð? Jésús Nei, þetta var bás, mástu Þetta var svona kynningar Þetta var, ekkert stig og áfram Þetta held ég að þetta er jæmt, sko Það helst ekki neitt, sko Hefur lappað ekkert um heilan bæ Ætlaði ekki að kemja mig slaka á hlaupinu það? Þú varst að segja það Þú varst svo langt í burt frá þessu Langt frá þessu? Getur ekki verið stig Hann var, þú Þessi ég myndi, þú og Dóratin eða verið kringlunni Þú sá sexy gælu og hljóstu eftir Það sé ég mann Hvernig getur þið bara að muna það því að hann enda á samkomu Já, en það finnst mér eiginlega merkilegast Þannig er í bæi eitthvað staðar það ekki Já, en sko, Og lastu biblíuna það ekki Nei, Dóri lasu biblíuna Bleik biblí Og bara, þetta var mjög spes allt saman Ekki bara rakka þetta nöðu því ég var í, sko, Philadelphia á Já, en ég nenni ekki að fara yfir í trúamálin Í Philadelphia, sko Við tökum bara trúa þátt í seinna Guð blessi fólki sem var þar inni, sko Þá er ekki blöð búið með singing lessons eins og í dag, sko Hann er hræðilegur söngvari Það var mikið klappa eftir hver er svo besti, sko Já, varst ekki 4 ára? Já, 4-5 ára Já, þú verður að klappa eftir þannig En þú veist, þetta hefur verið disaster, sko Það er líka í öllum svona kvölds þá viltu ná þeim ungum Ok, þú vilt stiga hérna, Steindi, bara eldsnögt Hvað var vitlaust við þetta? Nei, mér varst bara skrýta því að hann var ekki á tippinu á parketti Hann var bara upp í rúmi með Foster Og ég var, allt hitt var rétt nema í rauninni hlaupið En, nei, þetta er bara eins og þetta Það er bara áfram gakk Það er ekki bara, sko Steindi, hvað? 2-1 3-2 Er það mikið eftir þessu kjæftar? Já, það er umlega heldur mikið Það er búin að bladra svo mikið Stittum 2 Ok
Hefur þú labbað gegnum heila bæ með því eina markmiði til að vera sleik við dömu? Já. Ok, sko, núna Steindi álfur En ég fóð samt ekki sleik. Með eina markmiðið? Það var þú væntanlega farið samt þér í bæ bara þá, þú veist, singul með strákunum og ef það gerist. Hann að tala þegar ég labbaði upp í hverfi og alltaf að kissa hana eins og í Beverly Hills. Maður stöðu króknum. Já. Sá sleik í Þá var mitt eina markmið, ég ætla að fara bara upp í og kissa hana. Já, hitta hefur verið Ég að taka hana sleik. Þetta þú út búin að gefa blöðu. Nei, nú er ekki þú Er ég að verða king of Valentine's? Nei, nú komast Steinda. Það ég reyndir að spurninguna. Nei, nú líklega þetta Steindi fóði. Baðvarða eitthvað. Dauðafæri fyrir því nú Steindur. Það eru 3 eftir í, þú náma klára allar en. Ertu búin að breyta nafnin í dagatalun höður á þriðjudaginn úr þriðjudagur í jafndagur? Nei. Þessi er bara óspekleg. Akkur? Þetta er bara nei. Það er allir með dagatal. Já. Það er ekki búin að edita þriðjudaginn. Allir með dagatal, ertu að tala bara dagatal upp á vegg? 3-1. Fyrst líklegt að taka Brian Ecclepin á þetta. Veki frúna með því að lappin í herbyggi til henni með gítar, setja bakkels á rúmið og taka lagið. Nei. Brian Ecclepin gerði það eins og ný. Það var eitthvað rosalegt. Hann tók það upp. Og það Steindi, þú ert nú og samtir bæði við besta lag sem Ég kann fjögulega gítar. Ég kann ekki neitt lag á gítar. Nei, ég hérna 4 grip sig. Já, þú geti gert þetta. Ég gæti þetta gert. Getur keypt snúð, sett hann á rúmið og tekið lagið. Ég actually gæti gert það. Því ég á gítar og kann 4 grip og ég get keypt snúð. En út af því að 3-2 ætla ég að gera það. En svo ekkert að því að það bara misjæmt hvernig þetta hjá fólki. Hún hefur búin að dýrka þetta kærastannars eða konunars. Já, það sást líka bara þið Weary. Já. Þannig að við erum bara ekki típutan í þetta. Nei. Menn eru misromantískir sko. Já, bara svo það er. Já, Sumar stelpur myndi að æla þegar þú lappin með gítar og bakkels og myndi bara kasta upp sko. En aðra elskar það, en fólk er mismöð. Rakel myndi náttúrulega aldrei kasta upp. Hún myndi bara grenja úr hlátri sko. Ég held að spyrja hvort það var eitthvað að mig. Það væri eitthvað svipað hjá mér. En að taka þetta samt á þriðjudaginn, en að lappa með gítarinn og setja snúð á rúmið og record it, bara for the sake of comedy. Þetta er bara þannig, þetta er bara strax hættu þessu strax, slökkt á símanum, svo myndi ég slökka á honum og ég mætti aldrei senda ykkur lappa glamrandi þetta er algjörlega tilgangslaust. Blöður er komin inn með gítarinn, glamrandi á hann tekur eitt lag með Bush. Það væri rosalegt. Alltaf taka án þín. Myndir ekki taka Bush? Það síðast, ég er örugum með sigur. Það er 3-1 fyrir blöð. Loksins vinni King of Valentine. Sko næsta ári er álfuru keppni því að báðu konum 1 sigur. Þetta er stærsti sigurinn hingað til. Það verður að leggja upp í úrslita keppni á næsta ári. Og síðan spurningi var að ertu búin að tilkynna Þórhalli og sín í rauninni að þú verður heim alla þriðjudagann því að þú verður því meður að baki allan þann dag. Jesús almáttugur. Nei. FM 95 blöð hér á FM 957 við Steindi í klefanum góða, þannig að við erum ekki í beinni. Nei. Lausir, eiginlega ekki eins og mættir í vinnu. Nei, sem betur fyrr. Já. Það er ágætt að vera lausu hennar því að sko við erum komin inn í klefa eins og þú segir og ég veit ekki hvort að, hann hefur gaman þessu. Hann elskar liðin sem við erum að fara í, þannig að hann ætti eiginlega að vera hérna í staðin fyrir mig. Þá tekið þetta tilbaka. Já, en þú ert satt í gír í dag. Ég er í gír. Og ég fann það í morgun að það er stemning í hópnum. Já. Og svona óvinni mikil, það er bara komið fastu dag. En ávísandi að vera hreinskilin við sem ég er nú alltaf. Ástæðan fyrir ég ákvað að segja já og bara svona jú af því að við vorum ekki búin að negla neitt klefa og ég er nú svo svangur að ég hugsaði bara jú, tökum bara þetta. Við erum að fara í alnafna. Þú ert ekki basically að peppa mig upp rétt fyrir klefa sko. Jú, ég er að fokkir, ég er í gír. Já, þú ert í gír og málega það sem ég á sána með því að ég sagði hvernig væri þú myndir, þú veist, prófa aftur. Ég tóka samt daginn sko. Já, bara einu sinni. Þú veist, og tæki núna, ég skal byrja, svo kemur þú. Þannig að við tökum sikkur alnafnan. Ok, minn verður það bara stuttur. Já, þetta þarf ekki að langt. Þetta snýst náttúrulega bara að taka púls á ég veit ekki ennþá hvað þetta snýst Þetta er bara að stytta fólki stundir og ertu að gera þetta fyrir fólki sem svarar? Já, auðvitað. Pælti hvað er gaman að fá svona símtal. Öðun Blöndal, já, ég heiti líka Öðun Blöndal og við erum bara nafnar og hvernig ertu og hvernig það væri þá afi, sko? Já, ég meina hvað ertu að drawing my dead grandpa hérna? Nei, en ég meina þið fannst gaman eftir time þegar nafni hringdi og já, hann kynnti sig ekkert sem Öðun Blöndal, hann sagði bara drafiðinn. Heyrðu, voðalast að keira stemningur á niður. Heyrðu, ok. Þú byrjar að þvælu. Heyrðu, ertu með nafn? Heyrðu, mér datt í hug Jóakim. Jóakim? Já, er það ekki bara fyrir gott nafn? Það er fínt, þetta maður sjá, ég er búin að finna eitt strax. Ok. Halló. Já, er það Jóakim Ragnar Guðlaugsson? Já. Ha? Það er hann. Blessaður. Ég heyri, var ég að vekja þig? Nei. Ertu undir sænga?
Nei. Nei, ég heyri svo ítl í þér. Já, ok. Já, það er svo hafi verið hérna með eitthvað. Ertu, heyrðu í mér eða? Já, mjög vel. Já, heyrðu, hérna, já, Jóakim Ragnar Guðlaugsson. Já. Heiti ég. Það er hann, sko. Já, nei, ég heiti sem sagt líka Jóakim Ragnar Guðlaugsson. Þetta ekki að grínast það? Nei, og já, mér fannst þetta svo merkilegt þegar ég sá að ég ætti alnafna. Já. Já, mér finnst það stórmerkilegt, hvað árið ertu? Ég er 69. Já, helvíti, það er merkilegt maður, ég er 68. Alveg. Já, við höfum verið bara nánast saman að þú var fæðingadeild maður. Ég er búin að googla nafnið mitt mjög oft og ég hef aldrei fengið neitt inn á það sem að við kringum mig nema og eitthvað verið vestan. Nei, nákvæmlega, sama hér. Ég bara hef aldrei heyrt neitt annan Jóakim, sko, Ragnar. Þetta er heldur merkilegt, sko. Og ég á frænda, bróðir minn skýrði stráki sem Jóakim Ragnar, hann er alltaf bara Óskarsson. Já. Herðu, ég á frænda sem heiti líka Jóakim Ragnar. Pétur, hvað er hann gamall? Nú er þetta eitthvað að fýblast í mér, sko. Nei, hvað er hann gamall? Hann er 20. Já, frændi minn er yngri, hann er 15. Pétur, hvað er að gerast? En þetta er ekki algengt nafn, það er ekki margir Jóakimar, sko? Já, þetta leynist nú við það, sko. Já. En hérna, ertu ekki bara annars glaðið með nafnið? Jú. Já, þetta er mjög skemmtilegt nafn. Ég er þannig líka. Við ættum nú kannski einhvern tímann að hittast bara í kaff og kleinu eða rífa flippana tveimur. Þetta er mjög skemmtilegt. Já. Hvað er þetta í heiminum? Já. Og Helgi lítur bara vel út. Hvað er þetta á landinu? Ég í Grindavíkinni, en þú? Nei, þú hvað er þetta að bylla í mig? Hver er þetta? Býttu, hvað mennur? Býttu, er þú í Grindavíka? Nú er þú bara, hver er að bylla svona? Nei, býttu, býrð þú í Grindavíka? Hvað rugli er þetta, maður? Erum við báðir þar, eða? Nei, Jóakim Ragnar Guðlaugsson með 2 frændur sem heita Jóakim Ragnar. Þetta verður ekki Grindavík, sko. Ég er ekki að skilja þetta. Heyrðu, ég er glaður að fundi. Ég var nú bara svona skróli í gegnum. Ég var að fá mér hérna bara svona smá flakkungum með hangikjötu og skróli í gegnum. Já, þannig að ég sá þið bara alltaf. Mér döð bara á maður. Ég held ég var einn í þessu. Heyrðu, góða helgi og bara hrikalega gaman að heyri þið nafni. Ég er ekki alveg að kaupa það. Nei, ég heyri svo sitt komin aftur undir sængina. Við fáum kannski að heyrast bara og við eigum þetta inni. Þetta er skemmtilegt, það er líka pása mín að vera búin, það er gaman að þessu. Já. Það er bara góð. Já, eigum góða helgi og frábært að heyri þið nafni. Já, ok, já, bæ. Þetta er svo mikið bull, maður. Okkur ferði alltaf með þetta, þú veist. Hann átti erfitt með að trúa með frændan. Hann bara svona, þú var samt búin að ná því. Ég bara, hann var ok, þvílík tilhugsun. Þarftu að segja að búa í sama bæ. Heldur hann viti ekki ef hann eigi alnafna í, hvað er þetta, 2000 manna bæjarfélag? Ég hugsaði eftir að þetta er helviti lítið bæjarfélag. Já, þá bara, þar mistur hann. Þú varst búin að draga hann alveg upp á bát. En fannst þér í missan? Þetta mistur hann. Er það? Mér finnst það svo að hann færi þetta alveg smá svona, heyrðu, kannski á ég bara nafna. Nei, hann sagði ég er ekki að kaupa þetta. Já, en þetta stytti daginn hjá hann? Já, ég veit það ekki, þetta stytti daginn fyrir þig, held ég, aðalega. Sko, verði ég að vera með það? Já. Ertu ekki, það ekki? Nei, bara að hlusta á þína þvælu þá byrja ég strax að hugsa bara, Jesus. En þetta er svo gaman maður, ég er að segja það er svo gaman þegar 2 nafnar tala saman maður. Þú veist hvað talið, það er alltaf spennandi. Já, en mitt verður styttrið þitt. Það er það. Ég meina, það er ekki tímaram á svo að keppna það neitt. Nei, mér fannst mitt ekki langt, sko. Ég tók bara stutt á stöðu, sko. Já, það varst alveg furðust nokkur þetta. Mér langaði með að segja bara í annað síndir, sko. Nei, hún farið ekki fleiri. Já, Jóakim. Er það Jóakim Páll Pálsson? Það er hann. Sæll og blessaður, Jóakim Páll Pálsson hérna megin. Jóakim Páll Pálsson hérna megin. Já, það er. Það er alnafnar. Þeir eru alnafnar? Já. Já, og þú heldur að ég hef ekki heyrt þennan brandar hjá ráður, öður minn. Ég heit ekki Hauður, ég heiti Jóakim Páll Pálsson.
Það er anskotin. Ég heyri þetta bara á ekki að setja bara til í dag. Nei, sorry, ég ætlum ekki að trufla þig. Ekki málega Ok, bye. Þessi var búin að hlusta maður. Já, var þetta ekki bara símtalið mitt? En þessi vissi nákvæmlega hvað máli snerist sko. Já. Ég ætla ekki að vera með. Þetta var Þessi hafði heilt liðin 100%. Já, þetta var liðurinn alnafnar Ok, gerðu það, gef mér eina konu af því að ég fekk svo stutt símtal á hann. Fekstu, hvað viltu að símtalið séu löng? Nei, bara basically, ég skal taka, ég verð stuttur. Ég er bara meir, bara svona. Konuröddin er hræðileg svona til að byrja. Nei, ég er bara búin að kannski að vinna í henni sko. Nú, ok, hvað heitir hún? Bara Sigríður. Nei, við erum svo oft með Sigríður. Hrefna. Ok, það er bara svona eins og mamma sko. Make it count, þetta er síðasta símtalið. Ok, Hrefna Björk Aronsdóttir. Það er ekki Arons. Jú. Núna kemur þetta sko. Það verður Smári og allir pakkin á þetta sko. Halló. Hrefna mín. Já, hæ. Já, sæl og blessur, Hrefna Björk Aronsdóttir. Já, sæl og blessu, Hrefna Björk Aronsdóttir heiti ég. Mér fannst svolítið skemmtileg tilvíðan því að við erum alnöfnur. ok. Svo ég ákveð nú að slá að þráðin. Ég var nú bara að fá mér smá kaffi dreitil hérna áðan, fekk mér 10 dropa og eina Viceroy og var að fletti gegnum já.is og ég vissi þetta ekki, vissið þú þetta? Nei. Nei, þetta er svolítið skemmtilegt sko. Hvað segirðu Smári minn? Heyrðu, hann vill tala við í guttin, er það í lagi? Smári minn, býttu, er í lagi og talir við hann aðeins? Hún finnst þetta svo skemmtilegt, þetta er hann Smári litli, með hann inn í pössun, þetta er barnabarni, hann er 6 ára. Ok. Halló. Hæ. Þetta er Hrefna Björk Aronsdóttir. Þú og amma heita það sama. Já. Amma heita, já, láttu mig nú fá tólið, Smári minn. Hann var í frí í dag, hann Smári. Hann er komin með einhvers svona útbrot. Við höldum að þetta sé jafnvel hlaupabóla. Heyrðu, og ertu ekki bara að glömma nafnið? Jú. Já, mér langar bara að taka púls á þér og svona hlera stemninguna almennt og það er mjög gaman að þessu. Ég er með eina spurningu. Já. Er þetta Valur? Já, þetta er Valur. Ég vissi það leið. Þetta er meira rugli maður. Heyrðu, það verður að kalli mig, ég er í tómu rugli. Heyrðu, hérna, já. Heyrðu, erum við ekki bara á plani? Ok. Er það ekki? Jú, hérna, en strákurinn. Hæ? En hann Smári litli, hvernig? Já, halló, er þetta Hrefna? Þú mamma hitta það sama. Það var ekki bara gaman á honum. Jú, þetta var bara mjög fínt. Já, nei, ég er nú bara að reyna að stytta daginn. Já, bara eitthvað. Heyrðu, er það ekki bra? Jú. Ok, segjum það. Bye. Já, bye. Af mörgu sem hefur gert því þess að klefa, er þetta með því verra? Varstu að tengja nýtt inn í atið sem ykkur annar? Þetta var það. Ég ætlaði bara að sjá hvert þetta myndi flæða. Og þessi Smáriðin og þessi konur, ég veit ég steiti hvert sinn. Þetta er svo óþægilegt. Ég þarf að æfa. Þetta er svo lélegt. En það er ekki að æfa Smára meira. Það er svo sett að leikar. Smári var Þetta er saman rödd. Já, halló. Þetta er alltaf lagi. Já, hvernig Smári? Já, halló. Nei, byrju. Hello. Nú er ég búin að gleyma hann. Það þarf að koma bara þegar hann kemur. Þetta var alnafni. Ég vonandi að ykkur að þú er gaman að þessu, því að Steindi hafði það. Já, mjög. James Hype, Nicky de la Rosa hér í FM 95 Blö á Drengir, er þetta ekki bara þessi á FM og þessum fína fyrstu, eru við ekki bara í bullandi gýr? Er það ekki, var ekki trökkurinn að bakka með glæniðan tónlistatíma og... Jú, ég líka bara sá klukkan á kortir yfir 5, ég bara fattaði þá hvað þið búið að fljóta að líða og það er alltaf góð sviti. Já. En það er búið að vera mikið horsing around eins og Egill kallar þetta, það var spurningkeppni Gilsarans og svo var klefið, þannig ég er að spája að setja smá þroska í þáttinn og fara í sturlaða staðreyndir sem að fólk getur aðeins læst og það er
eitt hrossaskítur. Gott að læra þess. Já, það er fullt af fólki sem nýtir sér sturlaða staðrendir. Það veitir frýst. Við erum með tyggjóðum að skilja lauk. Já, tyggjóður að skilja lauk og núna vita allir að ísbirnir eru örfendir og fleira. En eru þið tilbúinir, drengir? Já. Og hlustendur? Já. Vonandi reynir fólk í bílnum sem er að keyra út á landið eitthvað að giska hvað er hrossaskítur. Skemmtilegur leikur fyrir fjölskyldur á ferðinni. Er þetta hóttu að byrja þetta? Meðal manneskja kistir 21 mannesku yfir ævina meðaltali. Það var ekki bara að tala um bara að kissa góða nótt. Bara total sleikar 21? Já, er svona á meðal mannesku yfir ævina. Það er bara helgi hjá Stoneman þegar það var in his prime sko. En þú ert vantalega helgi settat sko. En að þetta er slelli við 21 mannesku. Já, það er meðaltal hjá fólki. Myndu halda þið værið yfir eða undir meðaltalið, drengir? Vantalega vel undir. Vel undir? Það ekki? Þau verður ekki kist meir en 21 mann? Ég veit það ekki, jú, kannski. Nei, hvað? Þú verður alltaf verið sambandskaps, það eru? Já, nei, þetta er... Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur. En þú hefur sagt okkur enn í þættinum að þú er sambandskall. En svo var þetta líka bara, þú veist, ég menna allar að taka allt inn í þetta, skilur, hvað heitir þetta allt? Kiskis út af og þetta, skilur. Það er koss. Já, einmitt, það lítur að... Mástu grimmur í þeim leikin? Ég veit að Egil er búin að vera svo hljóðlutur eitt, hvernig líður með þetta allt? Ég er gaman að þessu. Ég myndi halda að við værum líklega báðir yfir þessu meðaltali. Já, ég sé í meðaltalinu. Það er ekki bra. Þá er það... Þú varst alltaf sleikall á króknum. Aldrei við blitt sleikall. Spes að vera sleikall. Valsamt kom mér rosalegt að fór í fyrsta slellan sko. Já, það ekki? Já, það var í leik. Það var landakjóðs og strákur og fróði í mötunum daginn eftir það? Einhver aðeins maður með mér í leiknum. Þetta var á leikskólanum og sögðu ykkur ekki. Það var after hours á leikskólanum og loka og það farið í eitthvað leik. After hours? ABC minnum að það heiti. Já, ég hendi strax í sé. Lék mér að því að láta ná mér. Herru, það er næsta samkvæmt rannsóknum eru 8. Já, herru, þetta fannst mér áhugavert og sérstaklega fyrir þig, Egill. Tenni mannin. Samkvæmt rannsóknum eru 8 dagar fullkomin frí. Ég hef sagt þetta einhvern veginn fyrir löngu síðan því mér rámaði þetta. Já, samkvæmt rannsóknum eru 8 dagar fullkomin frí. Nærða hrista þér allt stress og en þeir eru útbúin að þú nærða að hrista bræðir allt stress og allt svona vinnutengt og nærða að ná góðu fríi og svona að hlaða batteríin en ferða að stressa þig á því aftur á 10. degi í fríinu á sérst að missa einhverju eða klúður einhverju hvort sem er í vinnu eða skóla þannig að þá byrja svona áhugjur að koma aftur til dæmis eins og eftir 8 daga á þér á tenni varst ekki byrja að hugsa bara ég ætti að vera í blöðkastinu eða fyrir 9 blöð að koma fólk í fórum eða Ég tekur alltaf 1-2 tíma á hverjum degi Þú getur unnið aðeins í fríinu Í tölvunni sko, það heldur kannski Það líka frí, engin vinna Ég meina, hann fyrir lágmark út í 3 vikur í senn Þannig að það er hellingur sem goes through his mind örgulega Ég tekur viku þá svona bara, maður er perrað það vil ekki dra heim strax sko En þeir segja 10. degi af því að þá fór ég að hugsa þeir reikna með einum degi út og 1 dagur heim þannig að þetta eru 8 dagar í frí þannig að þetta er basically 10 daga ferð er fullkomið frí Ég menn yfirleitt þegar ég tekið 9-11 daga þannig að þetta er algengast yfirleitt Já, svo má ekki gleyma að kemur ferða kvíði 2 dögum fyrir, þá ertu, ég er á leiðinni heima það er úr þessu Ég er aldrei mikið ferða kvíða Nei, síðasta ferð sem ég fór í þá vorum við í 2 vikur og það var í fyrsta skipti sem ég var ekki sattur ég var bara, ég gæti verið í svona 2 daga viðbútt Já, sama með mér á Flórida, mér langaði ekki heim en það var líka, það var svona margir fjölskyldumeðlimir með og svona Já með Herru, þá var það næsta þetta er eitthvað fyrir ykkur drengina sem er á kafi í brefunum árið 1997 ákvað Duff McKagan í Guns N' Roses að fjárfesta $100,000 sem eru hvað, 14 miljónir í dag $100,000 í hlutabrið fyrirtækjum nálagt Seattle hann keypti Starbucks, Microsoft og Amazon ekki svo heimskulega til honum Nei Á hann þetta ennþá það? Já, og í dag, ég hugsaði með mér því að lasi þetta bara svona til að tjekka, hann hlýtur það var langríkastur í Guns N' Roses hann er ekki ríkastur í Guns N' Roses því Axl Rose færi eiginlega alltaf öllum lögum og Axl er metin á einhverja $200 eða $300 miljónir en Duff í kringum 100 þannig að hann er næstríkastur Já, þetta gott kall í ánum Já, heldur betur Fekk ágætis fyrirtæki þarna Þá er það næsta að þú ert með sama tangarð og afiðin í föðurætt Þetta vissi ég ekki Okay. Basically á Auðun Blöndal, nafnið minn á með sama tangarð og ég
Þannig að ég er með, já, Georg Langaví. Heitir afiðin Georg? En er þetta ekki Langaví minn? Já. Nei, bara afiðin. Afi minn, Steinþór. Ég skýrður í höfum á honum. Já, ok. En okkur var Georg, okkur er þetta ekki allt Steinþór? Mér fannst þess að hafa sagt afi pappa þins. En Georg er svolítið dottið út eitthvað nú, okkur skýrður ekki eitthvað barnið Georg. Því þú tæði stelpur. Já, það var skrifið. Okkur ekki halda því nafnið að svo lífi. Líka vitleysingum. En þú sprauta. Þessu heimskur þetta vera. Er þetta ástæði fyrir að vinna á eftir? Já, þetta er ástæði fyrir að vinna á eftir. Það er svo 8 tíma vinnudagur var, já, 8 tíma vinnudagur var hugsaður sem 1/3 af sólarhring. 8 tímar í vinnu, 8 tímar með fjölskyldu og 8 tímar að sofa. Sofa allir í 8 tíma? Það er svona, telst góður svefn. Hvað segir þú í 7 tíma í 8? Já, ég veist, já, afriðs líklega 7, eitthvað ish. Já, en þannig var þetta reiknað þegar það var verið að svona setja hennan, af því að er ekki algengast í heiminum 8 tíma vinnundagur? Já, en það er rosalega stuttu vinnundagur, sko. Ég held ekki hvað myndi gera, myndi vinna í 8 tíma á dag, sko. Nei, þú veist, ég hef aldrei unnið 8 tíma. Jú, kannski þegar ég var, með þessi IKEA, þá var ég mættur eitthvað 7 og var að vinna til 7, það var 12 tíma, sko. Ég hef aldrei unnið undir 12 tíma á dag, sko. Þannig að við líka lúksus fyrir þetta lið sem vinna 8 tíma á dag, sko. Hvað gerir þú þá? Þetta er svona misjant eftir verkefnum hjá manni. Já, sko. Stundum með maður, veist, eins og í draumunum, þá ertu basically 24 tíma og sefur í 6 tíma kannski. Já, það kemur í törnum hjá ykkur. Tökudagar er alltaf 12. Já. Þá er næsta mikið af líkamshárum helst oft í hendur við háa greindaðistölu. Já. Mikið af líkamshárum? Ég get til að staðfesta að þetta er kjaftaði, en já, Pétur Jóhann er með mikið af líkamsárum, ég er með mikið af líkamsárum. Þið eru ekki með? Nei, ég er ekki með eitt hár, sko. Nei, maður er ekki það loðið. Ekki með líkamsár, sko. Hvað mennur þú? Er ekki með? Já, þú veist. Þú ert með hugulegt skegg, stendi, og já, en ég er ekki, þú veist. Maður svo ríða hans um bólinn, ertu með bringu? Nei. með flott yfirskegg. Þú veist, með smána? Já, bara svona, þú veist, ekkert til þess að tala um, skilur. Hefur þið raka bringuna þér? Já. En ég þarf þessi raun ekkert, ég er ekki það loðið á bringunum. Nei, ég skilji. Svo er það næsta já, þetta er rosalegt með. Aðalraddirnar í Simpsons fá $300,000 á þátt, eða 42 miljóns. Á þátt? Á hvert þátt. Það fá 42 miljónir á hvert þátt og svo stóði í svega, þannig að þið getið ímyndað ykkur hvað Trey Parker og Matt Stone þéna, því að þeir eiga raddirnar og eiga South Park. Já. Þannig að það er ákveðis peningum Nóg að gera af þeim. Já. Trey Parker. Já, svo er það hérna síðasta. Peppa Pig var tekin af dagskrá í Ástralíu því að krökkum var kennt að vera ekki hrætt við kóngulær í þættinum. Og það gengur ekki í Ástralíu. Og það áttu basically að segja krökkunum að fara frá kóngulum. Já, það eru verið kóngular þar en hér. Já, þannig að nú spyr ég, hvað er kjaftaðið, drengir? Mér sýnist bara Trey Parker, þeir flettunum bara upp að tala um þetta. Þetta er upp að sem bara, maður fær bara, mann svimar. Þetta er alveg vel yfir, þetta er 1B, meira en það. Þetta gerir ykkur að svala, díla líka. En við þurfum að fara næstu fyrir til AC sem er aldrei bara einhvern tíma til Bandaríkjanna. Og þegar við stoppum í New York og það er að fara á Book of Mormons leikritið, því ég tala um okkar sem að fara það er í London og það er líka í New York. Það er vist bara drep fokking fyndið. Endalega er það samið af Trey Parker og Matt Stone. Akkur er ekki búin að fara í það. Og þeir eru búin að vinna hellinga velunum. Já, hann vann allt, sko, en pæli í því að vera það rúlar ennþá bara. Það rúlar bara og rúlar og munur örugglega bara gera næstu 10-20 ára, hvað sem er. Þessi tveir gaurar að vera að gefa það, þeir eru snillingar. En ég giska á að það sem var the manure er að líkasár sé HIQ. Ég held það líka, sko. Nei, ég bjóð til að síðustu stundu hérna, þú ert með sama tangar og afiðin. Það var kjaftaði. Það var góð líð. Nei, ég held að flestir spottaðar sem voru að hlusta. Já, sem við það. Að því við erum að tala um Trey Parker og Matt Stone, hafið séð heimildamindina 6 Days to Air? Já, hvað er hérna með þáttinn South Park, það er rosalegt. Af því að þeir eru svo current að þeir vinna þættina svona. Það er bara basically, það eru 6 dagar í þátt og þeir eru ekki komni með hugmyndina. Þannig að svo vinnaði bara svona þættina. Og það er geggjuð heimildamind, ég mæli með henni. Já, Egill, vilt þú kynna næsta lag? Það er Já, þetta er eitt góðverk á dag koncept sem ég er með. Það er mikið alltaf ungum svona entrepreneurs sem er að remixa lög og mixa hér og þar og eitthvað og senda um eitt Góði Þorleifsson sem er skemmtilega að segja hann er frændiðinn og hérna artistnafnið hans er Rafrétta, hann gerði svona smá 80s vibe remix yfir hérna lagið Fyrir hana með Frekka Dór
Mér þetta smekklega gert og ég elska 80's Wipe, hann að ég okkar bara velunarna mestara með því að, já, hlustum á það. Já, remix af Frikador, tjekkum á sig. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem fær ykkur F95 blöð. Við minnum á Super Bowl partíið í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Það er víst, já, það er ykkur nokkur borðulaus en er að fyllast, þannig að tjekkja á því. Og sko, þetta er eitthvað sem ég til dæmis vissi ekki, því að er ekki leikur undir 4 eða eitthvað. Það potið þengir leifi til að hafa svona lengi. Já, þú veist, ég minna það er bara öllu til tjálta þarna, sko. Það er allt í gangi þarna. C.J. löggan er ekki mikið, ég mætti með VSM við C.J. hann má bara háa heipaðis lengi á síni, sko. Já, ég held að sé svolítið þannig bara C.J. segi en bara hvernig hann ætla að loka. En það er komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi í F95 blöð og ég ætla að gefa reitt steindi að því ég er alltaf að rakka niður liðina hérna og því að ég þól ekki hérna hvaða flottu línu hendur í hérna, hvað heitir það og Mávar var ekki að fenn þó ég hefði dyrkað lægið. Mávar sem ekki ekki ég er meira að því sko ég er það búin að með 1000 liði þú bara taka sko sem fari í taugarnar. Reykjanesbærinn söng vel með Máum síðast ekki. Það er gott lag. Lægið er flott. Þú ekki bara að spila það í dag. Það spilur ekki Máva. Mér veist að blöð ætti að spila Máva bara núna eftir hennar lið. En við erum að fara í dagskrárlið sem að heitir How do you do fellow kids og hlustaði núna steindi. Var þetta ekki alltaf lægið? Hanna, þú voru að hafa svolítið hátt 10 á tökunum. Já, þetta er stemningin er nefnilega að hafa svolítið hátt. Já, drengir. Haldið þið svona ölluganni sleppti? Haldið að þið gæti lært að taka hana hérna? Já svona, þú veist, það tæki væntanlega kannski 1 áratug. Væri flókið. Það væri flókið, sko. Já, best að ég sé bara á þeim. Það kemur einhvern tímann in the end. Bullandi ábyrgð. Heyrðu, drengir. Já. M.O.P. er á fónum. Þú sagðir að þú fegst heading sent sem ég fíla. Já, ég sko, málið það. Þetta er skemmtilegu liður ef það er alveg orðið í þessu. Já, þetta eru alveg orðið. Þetta er allt frá The Cool Kids. Þetta var alltaf að koma frá Cool Kids bara í dag og eins og ég segi, þá gæti ég náttúrulega ekki haft allt, við erum bara með 5. Já, mér er samt Netan sendið þið ekki? Jú, við ætlaði að hafa Netan með. Já, Netan verður með þetta líka. Og hann er, herðu, talandi Netana, þá er úrslitaþátturinn af Idol í kvöld á Stöð 2. Pælið í því maður. Ég tók síðasta þátt, þetta var er góð gæði þessu. Já, það eru bara allir sem fóru í live-þættina voru virkilega góður söngarar. Það er að koma marga stjörnur úr þáttunum. Já. Herru, en drengir, þetta eru bara, ég eru 5 stykki í dag, þannig að ef þú ert ekki að heyra þinn frasa hérna, þá verð ég með þetta, þú veist, ég er með samt. Er þetta erfitt svona, þetta er faglega mat, þetta flókið í dag, er þetta erfitt? Nei. Jú, þetta er flókið, sko. Já, hikandi er erfitt. Já, þetta er 50-50. Það er sem ég gef þessum lið líkastindi til að hrósa honum aðeins meira, að hér læri fólk líka, því að þetta er slangur sem er í dag hjá ungu kynslóðinni. Þetta er náttúrulega líka bara aðalega menningaþáttur. Það er svoleiðis, ég meina við erum með Eddu hérna, þátturinn á Eddu fyrir menningu. Það er eitthvað tónlistamennir okkar. Það menningaþáttur. Það var ekki þessi þáttur. Við erum með Eddu tilnefningar á hægri vinstri. Ég er að segja það sko. Í rauninni er þetta menningaþáttur. Hvað er alltaf Edda, hvað ekki með Edduna með ykkur? Já sko, þetta er mjög skrítið. Það var á borðinu. Mjög skrítið. Talandi það, þá er Sigga Beintens á sunnudaginn í tónlistamennum okkar, svo ég gleymi nú ekki að plugga því. En ok, yfir í lið. Nú ætla ég að fara að byrja liðin sko. Er þið klárið, drengir? Er ekki lagið alveg nóg hátt? En er þetta eitthvað stresslið? Má ég hugsa þetta róleðunum rétt svo upp? Já, við erum Nei, var þetta ekki alltaf að rétt upp hönd? Jú, rétt upp hönd. Það er ekki stressblöð. Nei, engir sagði. Slakað á. Ég er ekki til legnast vinni sko. Ég sé það alltaf spenntur sko. Ég ætla að byrja. Spennist upp. Ég ætla að byrja þetta þægilega. Ok, fyrsta spurning og hún er svo þægilega jafnvel. Hvað þýðir frasinn hellað? Það er auðvitað blöð. Bara hrikalega gott, þú veist, bara geggjað. Það er rétt. Vel gert. Ég hélt þetta klórisu af því að hellað, okkar kynslóð hefur alltaf hugsað hellað sem yfir eitthvað a bad thing sko. Nei, þetta er hella gott. Nei, það var ekki það var hellu stemningarna, þá varst að tala hún að það er geggjuð sko. Hvernig var það slæm? Nei, þetta var alltaf það var alltaf þannig bara, þú sér bara hérna, heyrðu, þú veist, það er bara eitthvað bílslýs hérna fyrir utan, bara shit, þetta er hella dæmi, þetta er vond. En núna þeir eru ekki að snúast við þessi. Já, þannig að yngri kynslóð notar þetta fyrir það sem er gott. Og blöð, þú last vel í þetta. 1-0. Thank you. Far too kind. Þetta er ekkit eðlilega auðvelt. Já. Það réttur ekki band. Já, bara hægur. Ég held þetta væri smá trikkinu blöð. Ég held þetta myndi segja að þetta væri eitthvað sem væri vond. Herru, næsta, og þessi hérna er svolítið skemmtileg. Hún kemur frá honum Herði. Hvað þýðir frasinn Sigga og Sexy Max?
Það er Auður Blöndal. Sigga og sexy Max. Hvað aðra? Sjá, hann rétti bara Já, nei Hann veit ekki sem hann hvað vildi svarið. Ég ætla að segja þetta sé Sigaret og Pepsi Max. Það er hálf. Hvernig? Þetta var rót Djöfull er ég ánægður með þetta, Þetta segja mér að eru þau cool kids eða þú að reykja, það er frábært Ég veit það var dögt Nei, ég held að það sé ekki sko, Sigga og Sexy Max sko. og þú sagði Sigga og Pepsi Max. Ég döði svo eftir að rétt upp hönd. En svo, ég er ekki að grínast. Ég er ekkert eðlilega ánægður með þetta. Ert að grínast? En eru reykingarnir ennþá going strong? Nei, þetta er bara frasi. Nei, það er Hvað ætlar að fara að grenja í reykingum að því og 2-0 undir hérna? Já, það gengur ekki, þú voru bara að steppa upp your game Herðu, ok, shit, ég finnst svo mikið ég kom með Sko, ef ég næ þessu þá er ég búinn að vinna. Já, Blöð er ekkert eðlilega góður í þessu lið sko. en þetta er, já, það er góð spurning ok, þessi kemur hérna hún hljómar svona hvað þýðir að slá einn Auðun Blöndal? Það er Auðun Blöndal Það hlýtur að vera að slá okkur sköllóttan. slá eitthvað skölláttan í höfuð Já, það er ekki rétt anskot. Egill. Ég er að veltaði fyrir mér Já, Þetta blöð er skollóttir já, já Já, ég var ekki sko það. Þetta gæti verið að slá páskaegg, gólkúlu tennisbolt, eitthvað svona bolta sem er ekki með hár Jesus Christ, þú ert svo heitur Hætt að hjálpa honum, maður. Hann er bara fun heitur Já, þú mátt ekki segja það. Ég náðu það ekki Slá Auðun Blöndal Jesus Christ Ok, orðfræður. Nei, ok, þetta er ekki páskaegg þannig að Í dag Ég er ekki eins og að horfa á hann. Fólk er ekki mikið að slá Í dag Egill. Er þetta hérna Þetta er ekki bortennis, það er svo hvít sköllótt kúla Lítur að vera golf, bara golfhermurinn Slá inn Auðun Blöndal og sköllótt gólkúla Lítur að það Það var ekki eins og búinn að negla. Það er bara ára Hvað er að gerast? wow Þetta var að comeback Þetta er rauninni þegar maður er í gólfi og maður slær ofarlega á kúluna. Það kallast að skalla kúluna. Þannig að þú slær kúluna og Þetta er hittir basically ofarlega. ekki rétt hjá honum. Þetta er að skalla boltann, En ég var að fara í páskaeggi, sko. Úff, einn Blöndal þetta. Spildur við sagði ekki páskaegg Það er ákveð að slá páskaegg Herðu, drengi, hvað er Þetta er þetta? brjóta. Þetta er eitthvað slangur sem alveg deyja. Já, þetta er Candy, slærðu það sko Þetta er hvað, er 2-1? Það er 2-1. Og hvað, þá eru 2 eftir. Ég er back in the game Já, heldur back in the game, heldur betur maður. Ok, núna kemur ein hérna og hún er frá netunni. En Ég hún er hlýtti að ekki sko, hann er með gambling partner Já, en hún Ég hlýt að er, vera með. þú veist, hún er samt ekki bara frá netunni. Af því að ég fekk þessa oftast. Já, ok, þannig að þetta er greiðlega eitthvað sem er alveg pottið Blöð til. staðin upp Já, Það ég er ætla að vinna lægi, þetta. dómari, það er lægi að menn standi bara sín upp Nei, ég, sko, Það má ekki standa Ég veit þetta. ekki, ég sit sko ég er Já, ekki startaðu bara upp og Ég veit það, ég bara Ég fer sverða, vel um mig ég sverða strákar. Ég fekk þessa, þetta er yfir 10 skipti sem ég fekk þessa. Þannig að Ok. þetta er bara, það veit þetta allir nema við. Vissið þú þetta? Nei, Ok. ég vissi þetta nefnilega ekki. Ok, Er þetta erfitt? ég greinilega ekki, en hvað þýðir frasinn? Verið snöggir eða strákar. Hvað þýðir frasinn? Að rissa. Að rissa. Og ég gef ykkur dæmi. Að rissa ykkur upp. Að rissa ykkur upp. Ok, ég ætla, já, Og það er Auðun Blöndal. ég ætla að segja að þetta sé að peppa eitthvað. Að bara að rífa eitthvað upp, þú veist. Já, það er skeit. Það er ekki rétt. Ok. Þetta er gott gísk. Þú ert yfir. Það er það ég veit, ég má giskaði. Alltaf að gera þetta bræðir. Það hægði sér Að rissa. Hvað er þetta að hlæja? Þú voru að svara Já, þá. þetta var umöld giskað Já. Og teldi naskur, og tekið naskur Og hana bara, þú veist Ei. Já. En sko, ef við veltum að styrum með þetta Já. Nei. Er þetta að rissa með S eða setu? Þetta er með 2 setum. Já, það er nú líkil atrið Mér sýnist það sko. Og það er Það er ritsa Já. Þú sagði rissa, svo þetta er tvö Já, S. það kom eitt Á hverju með segir ekki ritsa? Það kom eitt með náttúrulega 2 Já, þetta er, þú veist bara, þú veit, hérna heldur öflugur í dag? að ritsa Ég segi þetta sé bara út að horfa á TV með gamla góða ritskjaksi Geggja gískan, þetta er ekki rétt og eiginlega bara Þetta að segja svo að jafna. Þetta þýðir strákar Hvenær er ritskeks það? og þetta vita sko, Hvenær er hann? Ég ætla að segja ég get látið ykkur vita strákar Gatan, the cool kids, það vita þetta allir Já. en þetta þýðir Er hann er 19. oktober? að rissa einhvern veginn það þýðir að reyna við einhvern vera góður í viðreynslu út að reyna við hann eða hana og þú veist, þetta er svona viðreynsla eða þú veist, að vera þú veist, góður í því Ég skil ekki það, ég get ekki svarað Þú ætla því að ritsa Rakel í kvöldi. Ég er að segja, já, þannig að þú veist, þetta er svona Það er ritsa það
Það er svona daðra. Já, samt og daðra ekki um maka. Ritskjagstagurinn orðin rauðu dagur, Stenþór? Þetta er bara að berjast fyrir þig. Var það ekki 19. september? 19. 19.8 setjum þetta í kalendarinn. Þetta koncept sko. Já, það var allir í fríi þá. En já, þetta er svona að flörta Ok, Egil getur jafnað. Ok, örugum með punkt. Kottum eitthvað þægilegt og blöð er búin að missa þess momentum. Nei. Það er bara skítið þessari röðu sko. Ok, eitthvað þægilegt segir þú. Já, bara eitthvað svona sem þetta mér. Ég er bara kottum með síðustu spurninguna. Já, það eru bara svo margar hérna sko. Ég er að skoða þetta. Kottum eitthvað sem Þú varst ekki búin að undirbúið. Kottum eitthvað sem blöð klikkar á. Ok, þetta er fyrstu fær. Ok. Hvað þýðir Þetta er mér ekki blöð snöggur sko. Þetta frá hún Kristoffer í þetta. Hvað þýðir frasinn að þambeina rjúpu Auðun Blöndal? Það er að taka hvíta monster. Það er árétt hjá Auðun Blöndal. Þarna, það komið sigur. Hvernig anskotana vissur það? Maður heyrst þetta eitthvað stöð. How do you do fellow kids? Það er kóngurinn sjálfur. Hann er kannski færtugur en hún er líður eins og hann sé. Hvað kallast þegar maður þambar eitt Red Bull? Það þýðir bara að taka nautið. Já, það er ekki að taka eldastu nautið. Já, reyna að klára dollinu einu sopa. Herru, þetta er drengið, það er bara 3-1-1. Þetta er ekki gott. Thank you Hann er ekkert eðlilega góður í Þetta var að hátu Málið er að hann var favorite Fellow og hann kids. sýndi af hverju hann var a favorite. Ég man ekki eftir að það verið svo mörg stig. Fóru 4 stig af 5. Sem er vel gert. Herru, og þetta lag ánum bara vel við. I'm not here to make friends. Og það er nákvæmlega þannig þegar ég keppi þessu. Þú hlust að FM 95 blöð hér á FM 957. Og Steindi, ég var að fatta það að ég bæði King of Valentines og King of the Kids. Eða hvað er þetta? Fellow Kids? Já, fellow kids. Þetta er þinn dagur. Nákvæmlega að segja King of the Kids en King of Fellow Kids hérna í FM 95 blöð. Þetta er þinn dagur. Það er bara hann. Enda í stuði. Maður fyrir vel hressin í helgina eftir En gerir það svona í alvörinni núnstakar? Ef þið vinnið kannski 2 liði þætti, farið þið ekstra peppaðurinn í helgi? Hreinskilin? Já, svolítið. Nei, finn ekki fyrir því þannig held ég. Já, það ekki. Nei, þetta er engin munur sko. Ef ég er king of, það er líka svona titlanir að það eru svo spes. En ég get lofað að þú kemur heim, frúin eftir alltaf að segja bara, heyrðu, vannstu bara, ertu herra Valentine? Sem er kannski líka vont því að það setur press á mig. Já, bara heyrðu, King of Valentines er að koma hérna og það er Valentine's Day á þriðjudaginn. Og ég er pressulaus. Já, en herru, við ætlum að fara í liði núna sem heitir Blast from the Past og þetta er mjög stutt í dag. Ég fann þetta og mér fannst þetta að fyndin tenging af því að við vorum í How do you do fellow kids og þetta tengist því að Hjöppi, við vorum með dagskrálið fyrir löngu síðan sem að var svona, við gerðum 3 sketsa með Hjöppa þar sem hann var að tala við krakkana svona, veist það, svo vondir að fullorðið fólk er að tala við krakka og hann vildi tala við á þeirra máli og þetta var rétt fyrir Vestló og við skulum heyra Blast from the Past, eitt stutt hérna þegar Hjöppi er að tala við krakkana á þeirra máli. Prófum þetta. Okkur kemur ekki neitt. 10 years. Já, þetta er hérna. 11 years. Hvað? Okkur kemur years. Hvað er að gerast þetta? Er þetta ekki að slæði 12 years? Þetta er 13 years. Nei, ég með vitlega sem bett uppi. Ekki máli. Svona. Nei, það eru komin að byrja þáttan. Skeitt, heyrðu það. Ói, þetta byrja alltaf vel maður. Já, þú kynntir þetta vel inn og Svona er þetta bara. Þetta er bara helviti mörg. Ég var aðeins svo hátt þarna inni af því að koma inn eftir á. Já, vonum það er ekkert að kenna mér um þetta er ekki 10. Nei, herðu. Þetta er eitthvað aftanarkleifi. Þetta er eitthvað vitlaust. Hvað er að gerast? Það er að gerast þegar bara Veitu hvað? Ég held að 12-13 ára og tökunum og er ekki bara tölvan komið með trójahest? Virðist vera Ég trúi ekki. Virðist vera að hæga sér sko. Það byrja að rjúka úr græðum. Málið er ég og Steindór getum talað um veðrið með þú fær mín til að græða. Þetta er auðvitað mér. Nei, þetta er ekki sko, þetta meikar engan sens það sem er að gerast þetta. Nei, technology þetta er flókið. Þetta er bara sko, þú varst búin að finna klippuna ekki og þetta er bara ekki hún hann að sjóta en að spila. Það er svo margi takkar. Það var búin að ganga allt svo vel maður fram að þessu. Já, það segir eitthvað skemmtilegt menn er reyna fyrir það. Ég get rættið Steindór. Já, þú komin á hvernig líst þér á veðrið núna? Það er bara dimma núna. Ég myndi alltaf að vera líka skemmtilegt út bara lýsa í smá hvað blöður hann er að gera núna þegar hann er að drita leiklaborðið. Síðan stressast. Hann er byrjar að panik sko. Nei, búin að finna þetta núna aftur. Hann er að músa klikkast á hullet. Hann er byrjar að panika. Nei, hann kemur ekki inn. Og í barasta maður. Djúfell er þetta pyrrandi. Ég verð með þetta. Já, hvernig en við getum alltaf farið í en okkur fyrir þetta í nýju greinina sem var að koma út. Alltaf þetta það er alltaf þetta renni við nýju greinina. Þetta er bara, það er eitthvað rugl í gangi á Vísi. Ég er ekki að grínast. Á Vísi? Já.
Er vísir niður eða? Nei, þetta er ég var að spila náttúrulega gamla klippu. Ég þarf að gera það í gegnum vísi og það kemur ekki inn þáttunni. Ég gæti hlusta á þetta í 12 og mjög fyndi. Ég verð með þetta í næstu viku. Riki fær lestur. Ég er hann á vísi þetta og hún er up and running sko. Já, þetta var ekki það. Ég er nýkjast á vísi sko. Já, ef ég fer þetta á að koma hérna. Ég er að leita þætti. Varstu nokkuð að opna ykkur að klikka ykkur að linka sem þú fegst í ruslposti 24. Og ég hata þetta gerist. Mér finnst þetta lélegast útvarp í heimi. Það er að bíða eftir ykkur sko. Þetta er ekkert að skrifa þetta á mig og Steindor. Ekki mig heldur. Við erum bara hinum með borðið og við erum ekki með neina takka. Nei, ef við værum með takka þá getum við reynt að hjálpa. En við erum takkalausir. Já, ég myndi halda að spila hennar klippu bara basic play sko. Það gæti verið að gerast núna mann fólki ekki eins og hvað að fara í. Það fara í hjálpa að tala við krakkana þegar eigin tungumáli. Ekki kynna þetta aftur einn, það var ekstra vont eða failure aftur sko. En já, svona jafnskrítu að tala við sjálfan sig. Já, ok, þetta er að koma hérna núna. Hjálfurinn? Það leist þetta? Já, það er þetta rosalegt. Þessi strákar, ég held við fatti ekki stundum hvað er erfitt að vera á tökunum. Þið sitja þarna bara hlæjandi og gera grína minna eitthvað. Herðu, ég náði að redda þessu. Vel gert sko. Já, ég heyri þessu. Og þá þarf hann að tala við úlinga á þeirra máli. Það er oft þreyttir að fullorðið fólk er að tala við úlinga og Hjöppi, hann vildi svona meina að hann geti tala við úlinga á úlingamáli. Tjekkum á þessu. Hæ krakkar úlingar, þetta er auðvitað blöð hérna. Þið ljótum að mun eftir mér og þáttum eins og 70 mínútum á strákonum. Því líka vitleysan sem var í gangi þar. En hérna er að koma maður sem ætlar ekki að vera með ykkur að vitleysu. Þetta er hann Hjörvar Hafliðason og hann ætlar að tala við ykkur á ykkar máli. Hlustiði. Yo, what's up? Hvað er glataðra en fullorðnir að tala við úlinga eins og þessu mökk fullorðnir? Samkvæmt 77. lagagrein þá mega úlingar ekki fá sér að drekka. Nei, ég tala ekki svona við úlinga. Framöndan er nettasta, þéttasta og speysaðasta helgi ársins, Vestló, og auðvitað fara allir sem eru ekki með rass fyrir haus til Eyja og verða í tómu tjóni. En frasinn að vera í tómu tjóni eða í tómu rugli þýðir bara að það sé nettur stemmari í gangi. En hei, ég nenni ekki að tala við ykkur eins og ég sé einhver freaking pappi. En það er þó eitt sem ég verð að ræða. Ef þú ætlar að vera með alvöru swag, þá máttu ekki vera með allt niður þig eins og Gilsi myndi segja. Það er bara að chilla í jammið. Það er miklu meira swag að drekka bara nokkra kalda. Því ef þú drekkur allt og mikið, þá fer bara allt í apaskít eins og Öddi myndi segja það. En hei, dettum í tómt tjón í hefi nettum feeling í dalnum. Og munið að fara varlega í brensaran, því þá fer the swag. Og eitt annað, setið gúmi á gaurinn. Það meikar enginn einhvern lítinn lilla link eftir gott game í stjörnusalnum inn í Herjólfsdalnum. En wow, ég er hættur á blaðri ykkur krakkar. YOLO og munið, lífið er frekar nett. Það var rétt að byrja hér. Þetta var Blessed on the Best, hafðist í lokin og var svona nett tengt How do you do fellow kids. Ég hef sagt áður, ég segi aftur, þegar Hjörvar Hafliðason er í stuði þá er enginn finnan en hann í útvarpi. Þetta hafðist? Þetta hafðist, við skuldum auglýsingar og, já, vá, klukkan er 9 mínútur í. Við skuldum þess að 2 auglýsingar. Já, fyrir með auglýsingar og svo kveðjum við hér í FNÍ 5. Það verður í dómnefnd í kvöld í úrslitaþætti Idolsins á Stöð 2 í beinni útsendingu og já, ég held að byrja þetta ekki alltaf 7, rétt rúmlega 7. Jú, og mikið spennaði í kvöld. Ég held að keppendur sé að fara að taka 3 lög á mann. Já, 2 keppendur eftir og sko þetta er ein 8 ára oldpeppuð heima að telja niður mínútunar fram að þessu, fór á síðasta Já, var í salnum. Var í salnum, alveg kolvillu sko, þannig að þetta er þetta verður skemmtilegt. Sko, hvað heitir hún, þau sem er að keppa, heitir hún ekki Sara, nei, hvað heitir hún, Saga. Saga. Sko, getur maður betta á the winner, því ég er að gambling man, sko, hann að þegar ég sá, ég man ekki hvað þættu þegar ég sá hann að taka yfirgefin með Valdimar í Kópavogi, Já, eða þú getur bettað á þetta 1.80 Saga Matildur og 1.95 Kjalar. Já. Þá sagði ég Saga Matildur er slight favorite. Já, ég sagði við Rakel það og bara hún að fara að vinna þetta. Þið meðanst það ekkert eðlilega hrótt en þú kallaði það? Svo veit ég, já, og það eru 4 vikur síðan. Þú veist, þú fara 80% ávöxtun á að setja á your horse. Já, ég fyrir ekki rátt að setja það þá, en það var náttúrulega ekki komin inn í stöðlar. 80% ávöxtun, fara það ekki
Ég held að þetta sé algjörlega 50-50 bet. Já, en það komið að lokum hér hjá okkur í dag í FN95 blöð. Ég var með þetta kjalar sko. Bóra svalu þáttur. Já, þetta bóra gaman maður. Þetta var fljótt að líða og við verðum mættir á þriðjudaginn með blöðkastið að sjálfsögum. Herru, mér langar að koma inn á eitt blöð af því að akkurat núna fyrir smástönd nokkur klukkutímum var að hefjast góðgerðarstreymi fyrir Pieta-samtökin og þannig að ef þú ferð inn á sólarhringsstreymið já, það er sólarhringsstreymi Fellow Gamer já, Fellow Gamer, hún Rósa er að halda utan um þetta og er að streyma og það eru gestir, Vili Neto er þetta núna sé ég er inn á síðunni goonhunter.is þú ferð þangað G-O-O-N hunter.is, goonhunter Freki Dór var náðan og það eru gestir í allt kvöld og nótt og morgun og það er bara, þetta er skemmtið dagskrá bingo og fleira og það er þetta styrkja gott málefni þarna. Já, gekkja, sólarhringsstreymi. Já, mjög flott. Hvetjum alla til þess að tjekka á því drengir helgin, eitthvað sem viljið ræða? Já, ég er enda bara hressu engaþjálfarnir eru með a party. Hressu engaþjálfarnir? Engaþjálfarnir eru hressir. Hlæja mikið, öskra mikið með mikið háaði þegar sko, þegar lapparni partí á engaþjálfurum það kannski eru 4-5 en það hljómar þessu 600 mann sinni sko. Þannig er partí hjá engaþjálfurum ef þú ert að lifta í sporthúsinu þá heyrur í Gauja hvar sem hann er í húsinu og Horny Bill er með heldur þetta partí á morgun og það er bara steik og raut og eitthvað og ég er að fara í það sen er að vinna fyrir það helgi okkur, það er Þorláblót Hafnarfjarðar á morgun, það verður stemming Já, svo minni ég á tónlistamenn okkar aftur á sunnudaginn, það er Sigga Beindins og það er geggjaða þáttur þannig að endilega tjekkja á því og Idolin í kvöld. Takk fyrir hlustunni í dag, í góða helgi og já, heyrumst á þriðjudaginn, ef ekki þá bara næsta föstudag. Jú, við ætlum að enda þetta hér á lagi sem heitir Oh My með Saman í Ego. Já, hlustum á það.